Komið þið sæl, sunnudaginn 8. febrúar, það synir Egils, við sitjum hérna bræðirnir, ég Sigurður og Magnús og Gunnar Smári. Í seinni hluta þáttarins þá ætlum við að tala Epstein-skjölin. Og til okkar koma þá Auður Anna Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Kvenréttindafélag Íslands, Jenny Kristín Valberg sem teymistjóri Bjarkarhlíð og Kristján Gai Börses, alþjóða stjórnmálafræðingur. En til að ræða svona vettvang dagsins þá komin til Andrea Sigurðardóttir, blaðamaður Morgunblaðinu, Þórey Sunna Ævarsdóttir fyrrum þingmaður. Þórhildur. Ha? Þórhildur. Já, sagði það ekki? Nei, þú sagði Þórey. Er allt í góð? Já, allt í lagi. Ásgeir Brynjar Þórðarsson, hagfræðingur og ritstjóri Vísbendingar. Yes. Já, það hérna óbreytti stýrivextir verðbólgunnar 5,2%. Ráðum ekki til þetta, Ásgeir? Akkur svona... Það lítur ekki vel út. Svo heyrði ég í fréttunum áðan, ekki bara atvinnuleysi síðan nálgast 5% heldur atvinnuleysi meðal ungs fólks. Ég náði reyndar ekki að faktchecka þetta, en ef að það er rétt sem ég heyrði í hádegisfréttunum komið í 10%, eða nálgast það, meðal ungs fólks 18 til 26 held ég hafi heyrt, þá er mjög mörg rauðblikkandi ljós, en þeir hækkuðu ekki, en í stað, þeir segja Seðlabankinn, sem er náttúrulega með nokkrum konum í peningastefnunefndinni, en þeir urðu svolítið aggressífir á blaðamannafundinum. Það voru bara með hótanir. Haustið, ef að forsendu ákvæði brestur og ég var nú að koma að ég með svona podcast nýtt með Höllu Gunnarsdóttur hjá VR, H fyrir hagfræði og við ætlum nú að tala um þetta á miðvikudaginn aftur en við tölum vísitöluna fyrir 2 vikum og ég var eiginlega orðinn hræddur eftir að þessar tölur frá Hagstofunni birtust að þeir myndu fara og hækka upp 4% aftur til að taka tilbaka þessa symbolísku lækkun sem þeir gerðu of seint fannst mér síðast. En núna, héldu þeir óbreyttu en sem þýðar raunstýrivextir að lækka aðeins en það er líka mjög mörg blikkandi ljós úr hagkerfinu með uppsagnir, með lokanir og ég er ekkert sérlega bjart síðan á innanlandsefnahagsástandið. Þetta var áhugavert að sitja hann að fund þarna í Seðlabankanum vegna þess að það kom dálítið á óvart, eða það virtist koma þeim dálítið á óvart að menn túlkuðu yfirlýsinguna, fannst hún gefa frá sér mildan tón. Þeir voru nú ekki sammála því og það er einhvern veginn eins og mín upplifun var sú að þegar þeir einhvern veginn áttuðu sig á því að menn var að taka þessu einhvern veginn svona léttvægt að þá fóru þeir bara alveg og leið mér að sletta gönnuðu inn og voru ekki jafn mildir á fréttamannafundinum. Nei, nákvæmlega, ég horfði á þetta í bara streymi og þetta er nú yfirleitt bara svona maður getur verið að vaska upp eða gera eitthvað annað, þetta er svona hefðbundið, en stundum koma einstaka góðar spurningar frá greinendunum í salum, en þarna var alveg bara, voru þeir hissa á að öllum hagfræðingunum fannst þetta mildutónn, af því að ég hef nú fylgst með svona fundum í evrópska og bandaríska seðlabankunum og breska, þegar ég var eftir doktorsnámið mitt, þá var ég með svona nýdoktoraverkefni seðlabanka og bókhaldi þeim og þá horfði maður á og það eru stóru viðburðir þar sem er hægt að greina bindislitin hjá Draghi eða hrukkurnar í enninu hjá Greenspan og mjög flókin spurningaleikur í gangi þar sem að þeir setja út viðbótarupplýsingar í viðbót við yfirlýsinguna og þá er búið að greina nákvæmlega orðabreytingar í yfirlýsingunni að því þetta hefur áhrif á alla fjármálamarkaði og ef að það er breytt einu orði þá er það merki að kannski verði hækkað eða lækkað næst ef það var ekki gert núna en þetta var svolítið sjó þarna sem bara þetta var bara, ef þið segið upp þessum samningum að þá erum við að fara að fokka í ykkur. Það var líka umræðan eftir að vísitölumælingin var birt vikuna áður þá upplifði ég umræðina svolítið svona að vinnumarkaðurinn var einhvern veginn búin að gera sitt en ríkið aðhaldi þar væri ekki nóg og svo einhverjir sem væri að hækka verð og eitthvað svoleiðis. En tónninn hjá Seðlabankanum var aftur á móti
bara þetta var óheppileg tímasetning skattahækkanna í þeirri glímu sem yfirstandandi við verðbólguna, en þeir beindu aftur á móti spjótunum sínum fannst mér mest að vinnumarkanum og þeim launahækkunum sem að hafa átt sér stað þar hafa ekki verið í takti við það sem var lagt upp með. En þetta var allt önnur umræða heldur en var sko bara vikuna áður þegar vinnumarkaðurinn hafði gert sitt sko með þessum samningum. En líka bara seðlabankastjóri, alla sína embættistíð hefur einhvern veginn alltaf verið með sína sjónir af vinnandi fólki og frekar takmarka á fjármálamörkum, fyrirtækjum og ríkisstjórninni sko. Það mjög sjaldan sem að svona hægt að draga upp úr honum einhver ákveðna gagnrýni gagnvart stjórnvöldum hefur komið fyrir. Hann hefur gagnrýnt til dæmis í ríkisstjórn hvort það var Bjarna eða Katrínar þegar voru þarna skiptast á það leyti. En þess fyrir utan að þá hefur hann aðalega verið með refsivöndin á verkalýðshreyfingunni. Það hafa náttúrulega verið gríðarlega miklar launahækkanir hér á landi á undanförnum árum og miklu meiri heldur en í öðrum löndum. Já, þannig að það sem að skapar það voru líka verðlagshækkanir í kjölfar COVID í öðrum löndum, en það gengur niður hraðar, en hér hafa verið miklu hraðari og meiri launahækkanir heldur en annars staðar í samanburði við önnur lönd. Og ég held að það hafi alveg verið rétt sem að hann sagði, það gengur ekkert upp að ætla að vera með meiri launahækkanir, hraðari heldur en hagkerfið að vaksa og halda að við getum á sama tíma verið með lægra verð og lægri verðbólgu. Það líka svolítið spurningum hænuna og eggið, ég meina verð fyrir upp úr öllu valdi, sérstaklega verð á húsnæði sem að fólk bara þarf nauðsynlega á að halda til þess að vera til. Og svo á að halda öllum launavæntingum algjörlega í botni til þess að hafa stjórn á verðbólgu sem að stjórnast að mestu af þessum hækkunum á húsnæðismarkaði sem fólk ekki að ráða við. Þetta dæmi bara gengur almennt ekki upp og við erum bara ekkert að viðurkenna hversu mikil áhrif þetta system hérna varðandi til dæmis verðtryggð húsnæðislán og að við tengjum þetta svona skýrt við vísitöluna og verðbólguna hjá okkur hefur á allt heil dæmi. Og svo alltaf að kenna vinnandi fólki það. Þetta sé bara spinni galt kerfi hjá okkur. En það voru viðbrögðum mjög ákveðin, til dæmis Vilhjálmur Birgisson bara... Já, hann var brjálæður. Alveg bara. En sko, kaupmáttaraukningin hefur samt líka verið gríðarleg. Það ekki þannig að launahækkanir hafi ekki verið að halda í verðlagi. Það hafa verið alveg vel umfram það. En við megum samt ekki gleyma því að það næri náttúrulega ekki til allra hópa. Þannig að það er og samningandi sem villi gerði eru undir verðbólgunni. Það bara þannig. Þannig að hann ekki að sprengja að hækka laun umfram verðlag og eitthvað fleira. Þannig að það verið eitthvað launaskrið sem í gangi sem þetta tengist ekki endilega kjarasamningum. Það voru náttúrulega... Þannig að þetta ekki bara verkafólk, það lítur að vera sem skilaboð til fyrirtækjana að slaka á launaskriðinu. Við skulum ekki gleyma því að launahækkanir sem að kennarar fengu voru mjög umfram það sem að aðrir hópar fengu og það spilar þarna vissulega inn í og ég veit að verið víst af samtölum mínum við verkalýðsleiðtoga að þeir eru ekki sáttir við það og þær launahækkanir næst þegar samningar losna, þær munu verða til þess spái ég að hér verði verkfall. Það er annað ef að launahóparnir eru í svona glímu sín á milli að verkafólki finnst kennararnir fá á mikið, það er eitt, getur verið sólít sjónarmið. En það er ekki að sjá að sko hækkanir til kennarana séu eitthvað sérstakur verðbólgu hvati sem hafi kostað okkur sko 5,2% verðbólgu. Ég er ekki að kenna þeim einum en ég er að benda á að það er samt stór hópur þarna sem að fekk mjög ríflega launahækkun í þessar stöðu þegar allir aðrir voru að halda aftur þessar höndum. Við erum svolítið gallið þessu umræðu, við minnst allir geta bara valið sér hvað þeir vilja tala um. Það er koma hægri menn og að tala um að þetta sé allt hall á ríkissjóð að kenna. Ég held að það sé bara þvæla. Ég held að það sé bara mjög erfitt að færa rök fyrir því að þessi verðbólga sem við erum að glíma við núna sé út af hall á ríkissjóði. Það var þannig við getum sagt það fyrir svona 2 árum og 3 árum en að það sé núna hvort að hallinu náist niður núna eða næsta ári skiptir engu máli. Sko það skiptir máli, bara til lengri tíma skiptir rekstur ríkissjóðs máli. Það gera það kannski ekki til skamms tíma. Í þessu tilfelli þá skiptir það máli upp á verðbólguvæntingarnar og bara eins og fjármálaráðherra sagði sjálfur að og komin óvart það sem hann var að vonast til var að hans áætlanir myndu ná að hreyfa við þessu væntingum, það gerði það ekki þannig að eins og hann sagði sjálfur ég á eftir að ná að vinna upp traust og trúverðuleika
á markanum og ég að reyna að gera það núna. Hvað var hann að gera þá með því? Hann tapaði aðeins trúarleikana með því að vera á þinginu að kenna olíufélagunum og bílaumboðunum og Seðlabankastjóri þó setti ofan í hann með það á fundinum. Það var nú eina svona... Með þessar hækkanir sem þau hleyptu inn, sem þeir hefðu alveg getað beðið með, það eru mistök. Og það ég held að það sé rétt sem hann segja á þann að meðalið við að hemja útgjöld ríkissjóðsins áttu miklu meira við fyrir 2-3 árum og núna hefði til dæmis bæði hækkanir hjá Veitum og hérna að það sem sett út í verðlagið í staðan fyrir að það hefði verið að taka lán og skipt út þessum pípum eða takmarka arðgreiðslurnar. Okay. Já, alveg eins, ég alveg saman að því en þessi punkturinn sá að hið opinbera getur þar valið að setja það yfir á neytendur eða taka lán fyrir því eða minnka arðgreiðslurnar í svona fyrirtækjum. En þarna olli það bara hækkunum, alveg eins og það að setja upp milliliðin á rafmagnsmarkaði. Tilefni þeirra til þess að minnka hallan, jók verðbólgu. Já, og það bara staðreynd úr tölunum sem þýðir ekki að blása burtu. Viðbrögð forsætisráðherrans í Silfrinu voru líka áhugaverð. Hún fór að tala um að minnka vægi verðtryggingarinnar í seinni ár sem ég mjög spenntur að heyra hvernig á að gera. En mér finnst ríkisstjórnin líka, hún búin að vera svolítið duglega að flækja sig í sínum eigin loforðum og svona gassagangi í kosningabaráttunni. Til dæmis bara með það að lofa að ætla að koma með sleggjuna og verðbólguna og nú hann í vanda því að ég meina hvað þetta plan sem hún sagðist vera með sleggju fyrir eða þá húsnæðismálapakkin sem þau voru að stæra sig svo af og það svona töluvert minna heimtur heldur en kannski maður hefði haldið og mér finnst það svolítið að sama á teningnum hérna í því sem þú segir. Þetta svona að hluta til arfleið fyrir ríkisstjórnar. Ég meina í kosningabaráttunni þá voru þessi rauðu ljós farin að blikka og þau voru farin að blikka allt svakalega og þessi flokkar vissu það alveg labbandi inn í þetta kjörtímabil að þeir tækja ekki við góðu búi og að það væri ekki góðir tímar framundan í efnahagsmálum en þeir leiðu sér ekki að viðurkenna það opinberlega að tala þannig að þetta er erfitt. En þú veist, þú getur samt ekki leyft þér að vera með eitthvað óskikki þegar þú ert að lofa kjósendum hérna, við reddum þessum efnahagsmálum hérna og þú veist að það er alltaf leiðin í skrúuna og þú ert ekki tilbúin að viðurkenna og segja, við þurfum bara að grípa til hérna XB og Y aðgerða. Þau eru náttúrulega líka flekkin í það að þau voru að hækka enga skatta þannig að það er ekkert verið að sækja heimtur sko til þeirra sem að kannski mestar hafa tekjurnar í staðinn en að taka það út í þessum kílómetragjöldum sem svo íta upp þessum hérna verðbólguvísum sko og það er náttúrulega bara eins og ég segi, mér finnst þau fast í þessum vef sem er einhvern veginn, við lofum rosalega miklu og við erum bara svolítið fast. Ég ætla að leyfa mér að vera aðeins ósammála þessu þegar þessi ríkisstjórn tók við það var ekki allt á leiðin í skrúfuna, verðbólgan var búin að vera á bara nokkuð stöðugri niðurleið yfir lengri tíma vextir, þú horfir á þetta næstum því Batmaninn þetta var alveg komið hérna og var bara tiltölulega hröð lækkun verðbólgu, vaxtalækkunarferlið var hafið það voru búin að vera, hvað held ég, 2 vaxtalækkanir áður en þessi ríkisstjórn tók við. Úr 9,25. Frábært. En það þurfti að ná verðbólgunni X niður og það var aðdragandinn að því. Við skulum bara vera sanngjörn. Það var ekki allt á leiðinni í skrúfuna, það var allt á leiðinni í rétta átt. En ég held að, síðan koma þau með sín í raun, sína fjármálaáætlun, sína fjármálastefnu. Jú, vissulega ætla að flýta þessum hallalösu fjárlögum 1 ár en höfum það í huga í þeirri stefnu sem var frá fyrri ríkisstjórn þá var möguleiki á að hallin næðist niður inn í svona sviðsmyndagreininguna á þessu sama ári. Þannig að það var ekki mikill munur. Stöðugleikareglan kom en það eru ýmsir liðir sem að standa fyrir utan hana sem eru fjárfrekir og bara eins og Seðlabankinn benti sjálfur á þó að peningastefnunefndin að þó svo að ríkisfjármálin séu ykkur jafnvægi innan þessara reglu að ef að útgjaldaaukningin er mikil þá skapar það þrýsting og það var töluverð útgjaldaaukning, raun útgjaldaaukning í þessar ríkisstjórn utan stöðugleikareglunar
Sum er alveg afsakanleg og eðlileg og skiljanleg en það voru þarna þættir inni sem voru ekki góðir og eitt af því sem að stendur fyrir utan stöðugleikaregluna eru þær breytingar eins og var fjallað í grein í vísbendingu hjá þér. Já, takk fyrir að benda á hérna bótum úr almannatryggingakerfinu. Og nú stendur til að fara að tengja það við launavísitölu með verðtrygginguna sem grunn, eða svona annan baklás. Og þarna hefur maður bara verulegar áhyggjur á því hvernig þróunin gæti orðið. Þannig ég held að þessi ríkisstjórn, það hafi verið svona, það er ýmislegt sem hún hefur gert vel, en það er annað þar sem að, og ég held að mjög miklu leyti heyri undir flokk fólksins, alls konar hugmyndir sem að koma þaðan sem er ekki nógu góðar. Útgjöldin voru mikil núna, skattahækkanirnar sem að koma núna áramótin voru á röngum tíma og það er ástæða þess að við erum í bakslægi, það er ekki það að þau hafi tekið við vonlausu búið eða eitthvað sem að stendi í eitthvað vitlausu átt, það stendi allt í rétta átt, en það byggt út af því. Hvað stendi ekki rétt átt? Til dæmis atvinnuleysi, ég meina það var bara mjög stór kæling á atvinnuleysi. Aukið atvinnuleysi, við erum að sjá ýmis merki svona sársaukafulla niðursveiflu í ýmsum greinum atvinnuleysis. Já, en það er hluti af þessu ástandi þurft að ná niður verðbólgu. Það er kvæmilegt að hagkerfi sé kælt. Ég ætla ekki að rífast nú mikið fyrri ríkisstjórn eða sjóna, en hins vegar verður að benda á varðandi þetta mál núna. Það að koma loksins á þessu gjaldi, þannig að rafmagnsbílar borgi og allir borgi eftir notkun, er arfleið af því þegar að ríkisstjórn Katrínar og Bjarna veitir ríkistyrki í rafmagnsbíla sem að þurfi ekki að borga þar með neitt fyrir veganotkunina og síðan fara fleiri og fleiri yfir að það bara rýrði tekjur ríkis og ég var í fjármálaráði á þessum tíma bara milljarða frá ár frá ári og svo núna þarf að En aðgerðir getur verið rétt á þessu röngu tíma. Algjörlega, það er punkturinn. Ég held að sé allir sammála að það þurft að grípa til aðgerða. Eða ég veit ekki hvort að þau reiknuðu þetta vitlaust í ráðuneytinu með áhrifin af þessu, þá er að tala vörugjöldin viðbót, eða hvort það var hreinlega reikna með að myndi slæta með hérna útsölu lækkunin í janúar, en ég veit ekki hvort ykkur finnst betra að verra sem dæmið. Þetta er hins vegar en þetta er bara þetta eina atriði núna að þau átta sig ekki alveg á efnahagsástandinu og það er svona þegar ríkisstjórnin er að byrja þá er oft svona stemming yfir þeim eins og að þau verði heppin. Ég menna þegar ríkisstjórn Katrín var mynduð þá var þau mátti ekki bara heyra betur en það eru bara alltaf jólin í henni frá. Enda fjölgaði stöðugt ríkisstarfsmönnum og tíð fjármálaráðherra tíð Bjarna Benediktssonar og útgjöldin júkust og hallinn jók, skilur. Þannig að það einhverjir frasar hægri vinstri eigi ekki við og við þurfum að skoða samsetninguna alveg sama hvort það er þessi gamla eða núna, þegar það bæði búið að lofa að laga nú til í heilbrigðismálunum og skólamálunum og öllu því sem vegamálunum og líka að lofa frá öðrum flokki, ekki skatthækkunum, að þá verður til svona sama klemma eins og hjá fyrir ríkisstjórn og það er ekkert mál þegar það er góðari og allt slætar með og þú færð 20 milljarða meira í tekjur í uppsveiflinu og þú keyrir uppsveiflinu áfram á ferðamönnum og innflutningi fólks og sleppið bara að reikna hagvöxtna mann. Núna er þó byrjað á því en það er bara svo margt annað sem núna er farið að draga úr. Við sjáum bara úr tölunum, ég meina Trump, svo við förum til útlanda, Icelandair, flugvélun, play frá hausinn, verði hækkar Icelandair, útlendingarnir þar hætt að koma, þegar eru dýrara, sem hætti ekki að minnka. Íslendingarnir halda áfram að fara út, það er að segja efri helmingur Íslendingarna heldur áfram að fara út sem enginn sem morgundagurinn, en neðri helmingurinn fær hærri vaxtaafborganir og leigugreiðslur af því að hækkun flug meðan að olli hækkun vísitöluna þeirra, þú veist, þannig að Ég heyra þarna, ekkert ykkar er rifið að efnahagsstjórn núverandi ríkisstjórnar. Ég býð spenntur að sjá hvernig gangi. Fyrir að láta eins og þú getur lagað allt sem samfélkingi lofaði að laga án þess að hækka neina skatta. Og þau eru náttúrulega í þessari klemmu að svo eru þau með bara hægri stjórnarandstöðu sem að mun fylgjast mjög grannt með þessu, ekki með einhverjum mannréttindabrotum sem þau stefna á, en alveg sérstaklega þessu.
hvort þau muni hækka einhverja skatta og þau muni lemja þau með allt kjörtímabili. Þannig að þau eru bara föst í því að geta einhvern veginn ekki stemt stigu sko bælt á verðbólgubáli þar sem að það er hátt varðandi þenslu fyrirtækjana bæði í verðlagi og arðgreiðslum og öðru. Það er ekkert hægt að gera í því. Það er mjög takmarkað að gera í þeim sem að þiggja sínar helstu tekjur bara í útsvari og það stendur ekki til að gera mikið í því. Ekki útsvari afsakið í fjármagnstekjum. Ég er að rugla saman, þeir borga ekki útsvar. Þetta er bara svona, núna er þetta bara eitthvað svona hrærigrautur eins og þetta var síðast. Og þá endar oftast með lægsta lélegasta samnefna. Við höfum sagt það hérna, ég hef sagt það, mér fannst það ríkisstjórnin að koma í upphaf þess árs og segja svona, já, planið nú ekki alveg eins og við heldum, sko þetta vandi sem við erum með og þetta ætlum við að gera og kæmi svona og reyndi að svona tala þjóðina með sér í ykkur aðgerðir. Mér finnst að koma bara daðir ykkur í vörn í þinginu og svo þetta viðtal við Kristrún þar sem hún var að tala að sko verðtryggingin væri ástæðan og hún það gera eitthvað eftir 1 ár til þess að ná niður verðbólgu. Það fannst mér vera eiginlega toppurinn á þessu sem ég var að segja áðan að við erum sem þjóð og það er samfara það að verðbólgan er bara höfum verkefni okkar allra saman og það bara hver sem getur valið hvað það mál sumir finnst að vera ómklar hækkanir á vinnumarkaði, öðru finnst að olíufélagin hækka of mikið. Ég man eftir viðtali við Sigmund Davíð á Arnarhóli þar sem að sagði þetta að vera hælisleitendum að kenna og svo kemur hérna Kristrún og segir þetta sé verðbólgun að kenna og þá hugsa maður býtu, erum við ekki að ná því sem þjóð erum við ekki að ná því sem þjóð að geta setið yfir þessu máli og svona greint það allavega við sem sammála það hvað veldur þessari tilteknu verðbólgu sem við erum að glíma við núna og hvaða möguleika höfum við til þess að fást við það, hvaða tæki höfum við. Mér finnst það bara umræðan bara ekki komið þangað þessu. Ég benti á þetta í leiðarunum í vísbendingunni sem Andrea myndist á og það er svolítið furðulegt þegar hagfræðingastéttin telur að það séu sko hérna hækkunin á örorkulífeyri og hérna grunnellilífeyri eða þá kjarasamningarnir sem Villi gerði upp á 3,5 til 4% að þetta séu, eða núna nýjasta kjarasamningar kennara, að þetta séu aðal ástæðunar sem haldi uppi verðbólgunni í landinu. Sko, við verðum að ná að fara að tala hlutina meira aðgreint og meira viti. Sko, við erum nýkomin að fara úr bara að horfa hagvöxt og geta núna með þessari nýju ríkisstjórn fara að horfa hagvöxt á mann. Þetta var gert sko fyrir meir en 15 árum í öðrum löndum. Fyrir sko 10 árum var byrjað að fara að tala inclusive growth, inngildandi vöxt sem væri mikilvægast atriði, að það væri ekki vöxtur, meiri segja vöxtur á mann, sem að væri að leiða til þess að efri hluti, ef við tek K-grafið, efri hlutin fái bara vöxtinn og neðri hlutin þrengist og þrengist. Þetta lá fyrir hjá IMF, OECD, þú veist, og þá var byrjað fyrir 10 árum að flokka hagtölur í tekju tíundir eða tekju 15. Ég er ennþá að bíða eftir að fá allar hagtölur frá Hagstofunni og Seðlabankanum, áhrifin af aðgerðunum niður á svona grúpp, segjum bara 15. Þú veist, hvernig áhrifin af þessu á efsta 15, 20% tekjuhæstu versus áhrifin á lægsta 15. Þetta er bara mæleiningar frá OECD sem eru birtar svona núna af því að það er sko langt síðan við lærðum vandan af meðaltölum og langt síðan við lærðum líka jafnvel meðaltölunir á mann ekki nógu góð mæleining. Þannig að við verðum að uppfæra okkur. Við erum með hagfræðinga í Seðlabankanum í fjármálaráðuneytinu, prófessor og 2 hagfræði og svo erum við hagfræðing sem forsætisráðherra. Þannig að þau ættu að hafa þekkingunni í að gera þetta. Já, við líka með hagfræðinga í ríkisstjórninni. Og á morgunum. Sko, verðbólgan því þú nefndir þarna að taka og segja að þessi segir að þetta sé ástæðan og þessi segir að þetta sé ástæðan. Sko, verðbólgan er náttúrulega bara flókið fyrirbæri og allt þetta sem þú nefndir spilar inn í ástæðuna að einhverju leyti. Þú munt aldrei geta tekið eða sjaldan held ég geta tekið bara eitthvað svo einangraðan hlut og segja bara þetta er ástæðan fyrir verðbólgunni. Þetta er bara flóknara en það. En hins vegar er það þannig að það er mjög mikilvægt að, eins og við talið að þetta samtal þjóðarinnar, allra aðila sem hafa áhrif inn í þessa verðbólgu, að það eigi sér stað og þess vegna fannst mér svo svolítið sérstakt að sjá
Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra, hann bara segja að hún ætla ekki að svara bréfi sem að kom frá samtökum atvinnulífsins sem er kallað eftir einhverjum svona samráðsvettvangi. Hún vísar til þess að það sé eitthvað þjóðhagsráð og þannig en ég held að samtalið þar er bara ofboðslega takmarkað. Það þarf og það er takmarkaður vettvangur í eðli sínu. Það þarf mjög nauðsynlega eiga þetta samtal og ég hefði viljað sjá hennar viðbrögð við þessu erindi. Ég sá að afrit af þessu líka sendir á Alþýðusambandi. Ég hefði viljað sjá betri viðbrögð hjá henni við því að þetta samtal eigi sér stað því ég held að það sé algjörlega nauðsynlegt. Ég held að nauðsynlegt að ríkisstjórnin hafi eitthvað sem að bera ábyrgð á kjarasamningunum. Og það var gallin við síðustu ríkisstjórn. Katrín Jakobsdóttir var svona svo sem að lögðu áherslu á að landa þessu samningum með Villa og Sólvön og félögum og lagði töluvert á sig við það. Þegar hún hætti svo bara korteri seinna, þá var þetta alltaf heimilislaust mál. Af því að þegar þú gerir svona 4 tíma samninga, ef þetta var hluti af efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar, þá þarf að fylgja þessu eftir og segja, heyrðu, já, við verðum líklega að bæta í barnabætuna til þess að gera þetta, við þurfum að gera þetta til þess að halda þessu, til þess að halda friðin í þessu 4 ár. Hún hætti ekki alveg korteri seinna, hún hætti 24 og lífskjarasamningarnir voru 19. Nei, þetta eru samningarnir, hún hætti 5, hún fór í framboð bara, já, korteri, 2 mánuðum seinna held ég. Og skólamáltíðina lækkuðu vísitöluna, bara dæmum ekki að ég sé það er aðgerð sem hún stóð fyrir. Það sem að ríkisstjórnin virtist ætla að gera eitthvað til þess að halda samningun. En síðan þá hefur eiginlega enginn haft þetta sem sitt verkefni. En það er mjög tímabundin lækkun og það sem að slíkar aðgerðir hafa í för með sér af því að þetta eru lækkun skólamáltíða eða ókeypis skólamáltíðir fyrir alla. Það er ekki markviss aðgerð gagnvart einhverjum hópum sem þurfa á því að halda. Þarna eru börn foreldrar sem sannarlega hafa ráð á því að greiða þetta sem eru að fá þetta ókeypis. Það sem að gerist með þessu svona víðtækum ómarkvissum aðgerðum sem að miða ekki ákveðnum hópum er að þú eigur undir eftirspurnina. Við erum alltaf í fortíðinni, ég taka dæmi bara nýlegt úr vikunni þá, varðandi Kópavogsleiðina eða samtaka atvinnulífsleiðina í Kópavogi í rekstri leikskóla sem að dreifa sig núna. Þar er vandinn í Reykjavíkur leikskólum vegna þess að það er byrjað að hafa hérna góðu samkeppni leikskólakennara og setja á eitthvað kerfi sem að ég fór nú bara að setja minni í þetta því ég er aftur orðin afi, þá fann maður að hugsa börn sem þurfa bara að fara að komast inn í ástand sem hefur rosalega lítið breyst frá því þegar ég var fyrir 30 árum með börn en nema að að núna er einhvern veginn búa til kerfi sem ég er ekki alveg búið að skilja það sem að það aftur lendir á held ég eins og ég skil það en þeir sem eru á eflingarsamningum og þurfa að borga fyrir vistun fyrir 8 tíma vinnuna sína eru að bera byrðina af því að reyna að lokka leikskólakennara til starfa og við erum einhvern veginn komið ófremdar ástand upp á nýtt að því það var beitt einhverjum svona sérstækum aðgerðum í sérstökum bæjarfélögum með heiti á og afar og ömmur farin að sækja krakka á leikskólan sem getur verið fínt til þess að foreldrarnir geti verið á ódýrataxtanum eða ókeypistaxtanum. Þetta er samúðgerðum í námslánum þegar lín var lagt niður og það var settur á styrkur fyrir hlutana og svo 4% vextir pluss verðtryggingu á hinn lánin sem gerir, við búum til kerfi sem hagnast einhverjum sérstaklega vel sem eru í góðri aðstöðu en einhvern veginn gleymist að hugsa hver eru heildaráhrifin af þessu fyrir þá sem treysta á kerfinu raun og veru. Með leikskólana þá er bara rót vandans stytting vinnuvikunar og maður heyrir það bara til dæmis á Sólveig Önnu að bara hennar fólk það bara vill losna undan þessu. Já, ég meina rót vandans og spítalanum líka stytting vinnuvikuna. Og kemur þess að stytting vinnuvikuna að meðan að það eru allir aðrir, ef að samfélagi allt er ekki bara komið þangað, að þá er eftirspurnin eftir þjónustunni meiri. Þetta, þú ert að setja inn í, mönnunar vanda nú þegar, þannig að þetta eykur gríðarlega álagið á starfsfólkið í leikskólanum. Önnur leið var að fjármagna leikskólana betur. Já, einmitt. Við kenna að þetta er grundvallar þjónusta sem að sveitafélögin eru raun bara að reka
að miklu leyti upp á sitt einstæmi og eru að taka mismunandi nálganir í því hvernig þau koma til móts við það. Þetta er rosalegur útgjaldaliður og þetta er ekki viðurkennt sem þessi grunnþjónusta samkvæmt lögum sem að sveitarfélög eiga að veita, þessi lögbundna þjónusta. Og þetta, ég held að standi til að breyta þessu, mér skilst að allavega talaði Samfylkingin það fyrir kosningar, ég veit ekki, kannski er þetta skilskoðun. Það er eitt. Að setja allavega inn í lögbundnu þjónustu lögin, en ég meina það þýðir ekki endilega að komi meira fjármagn með þessu, Guð hjálp okkur, það er náttúrulega búið að endalaust setja lögbundin verkefni á sveitarfélögin án þess að láta þau fá peningana sem þau þurfa fyrir því og án þess að gefa þeim frekari tekjuöflun að tækifæri heldur en þessa fasteignaskatta sem að þeir svona reka sig að mestu leyti á. Þannig að þetta er svona líka svolítið snúin vanda viðurkenningi að þetta er grunnþjónusta sem við þurfum öll á að halda og við getum farið í það að leika eitthvað blame game á mismunandi sveitafélögum hvernig þau eru að díla við leikskólavandann sinn og ég er alveg sammála, mér er mjög problematist kerfið á Kópavogi út af því að það setur fólk sem er bara ekki með sveigjanlegan vinnutíma sem á oft við fólk á lægstu laununum í þá stöðu að þurfa að borga miklu meira í leikskóla heldur en aðrir. Að því sögðu, þá þarf einhvern veginn að koma til móts við styttingu vinnuvikuna sem er kjarasamningsbundin og búið að ákveða þetta. Ég meina, þetta er svona hjá mér í Mosfellsbæ líka. En talandi svona þar er Viðreisn og Samfylkingin við völd, sko, þetta er ekki bara eitthvað sjálfstæðisflokksdæmi, þetta er bara í tísku. Til þess að við getum verið sammála hvað við erum að tala, þá eru búin að vera að gera það breytingar í Kópavogi og Akureyri og Mosó og víðar. Og við getum alveg gert kannanir á því hvernig þetta hefur reynst. Nefndur Vili Birgis, hann var í vikulókunum í gær og boðaði þar könnun sem hafi verið gerð á Akureyri sem dregur fram að einmitt verkafólk kemur langvest út úr þessu. Já, ég get vel trúa því. Já, en akkur gerum við ekki svona kannanir og svona, akkur alltaf verið að ræða mynda okkur svona hugmyndalegum grundvelli. Akkur skoðum við ekki bara, ef það er þannig að við verðum að stytta tímabarnana, það leiðir til þess að verkafólki sem getur ekki framfleytt sér á tvöfaldri vinnu, að það getur ekki unnið eins og eina vinnu, að þá verður það að bregðast eitthvað við því. Það getur ekki verið góð niðurstaða. Að varpa vandanum yfir á það fólk. Að bara viðurkenna að þessi stytting vinnuvikunar er falleg hugmynd og þetta kann að hafa verið að þetta bara mislukkaðist algjörlega og bara að taka þetta tilbaka og vinna út frá því. Ég persónulega sé ekki að þú hendir einhverjum miklum peningum inn í þetta kerfi, hvað nákvæmlega það að leysa, hvert á þessi peningur að fara, hvað erum við að tala um? Og hvað svo? Horfum bara rót vandans, hvaðan kemur þetta? Stytting vinnuvikunar. Myndir þú sem stjórnmálamaður leggja til að draga tilbaka stytting vinnuvikunar? Vandi í leikskólamönnun er búin að eiga sér stað í mörga áratugi fyrir styttingu vinnuvikuna. Þetta er bara enn einn hindrun á þessum vegi að finna út úr því hvernig við höldum almennilega utan um þetta og ég held að fyrsta skrifa sér að viðurkenna að þetta er samfélagsleg grunnþjónusta, það þarf að fjármagnuna sem slíka, það þarf að viðurkenna að það er rík fjárþörf þarna, þetta hefur ótrúlega mikið gildi fyrir samfélagi, alltaf við getum verið með góða leikskóla sem eru vel mannaðir og ef við erum að tala um öryggi barna sem ég skildist að við ætluðum að tala þá skiptir það líka öllu máli fyrir öryggi barna okkar að leikskólarnir séu vel mannaðir með starfsfólk sem er ekki búið að vinna yfir sig af því að Guð hjálpi mér að vera með 20 leikskólabörn yfir dag, myndi ekki að óska mínu versta óvinniða. Bara ef við myndum innheimta sömu skatta á fyrirtæki og fjármagn og við gert í Norðurlöndunum. Þá ættum við vel fyrir þessu. Já, eða þú veist, við myndum leyfa sveitafélögum að eignast hluta virðisauka eða eitthvað skilur. Það er til margar leiðir til þess að díla við aukna fjármögnun og sveitastjórn. Í hvað á þessi peningur að fara? Hvernig á þessi peningur að laun og mönnun á leikskólum? Ok, það ætlum ég að segja eitt. Það var verið að hækka laun kennara. Getum við að rætt það? Verulega. Það er ekki að leysa þennan vanda. Horfum á það að til þess að verða leikskólakennari þá þarftu 5 ára háskólanám. Það var gert til þess að hugmyndin var svo að það myndi þá réttlæta hærri laun og myndir einhvern veginn lengja námið. En það hefur líka fráhrindandi áhrif á fólk að fara í gegnum þetta nám. Og maður hefur heyrt gagnrýni innan úr bara þeim frá nemendum að þau séu ekki einu svona að læra eitthvað gagnlegt á þessu 5 árum. Þú veist, þessu bara eitthvað að tína orma og fara í eitthvað leiki og bara þú veist, hvernig væri bara að hafa námið láta viðskiptaráður eitthvað fósturskóla. Það var viðtal í Mogganum bara nákvæmlega þetta sem var bara nemandi í þessu, sem var bara hvað vitleysa er þetta. Hvernig væri bara að
hugsa að fara bara aftur tilbaka af því að háskólagráða á ekki endilega vera eitthvað sama sem hærri laun. Lang flestir starfsmenn leikskólana eru ekki leikskólakennara. Við erum að tala um konunarnar Sólveigu Önnu, eru þau sem eru að bera þetta uppi. Herði, sko, ég er búin að vera með viðtal hérna við konu sem er í sem sagt, kennslu í háskólanum einmitt í þessu. Og Haraldur Gíslason, formaður sko, félags skólakennara, þau eru að því sko, ef við þá ekki, að vanta lækna líka, ef ekki bara stytta námi þeirra líka og þau fara rök fyrir sínu starfi að þetta er kennsla, þetta er leikskóli. Já, ég er ekki að gera lítið úr því en hins vegar miðað bara þá gagnrýni sem að hefur komið, hvernig námið er uppbyggt og líka bara að ástæðan fyrir að var lengt var ekki af því að það var einhver akademísk þörf fyrir því, þetta var svona verkalýðspólitísk kjaramál, þú veist eitthvað, ef þetta væri meiri lengra náma bak við það að þá getur einhvern veginn réttlætt hærri laun, ekki það að væri þörf á að lengja námið. Ég bara aftur í sko mismunandi stöðu og annað þetta. En ég meina fyrir aftur í mönnunarvandi leikskólana á sér lengri rætur heldur en lenging þessa háskólanáms og á sér lengri rætur heldur en stytting vinnuvikunnar. Og ég held að grunnrótin sé svo að þetta hefur bara ekki verið viðurkennt sem verðmætt samfélagslega nauðsynlegt starf fram að þessu. Rammin í kringum, ég er ekkert endilega að tala um að leikskólakennarar þurfa að vera með launin upp í topp til þess að þetta fungeri vel. En ég er að segja, það þarf samt að vera viðurkenning á því að þetta er grunnþjónusta og hingað til hefur það bara ekki verið viðurkennt. Það er allavega ekki viðurkennt með lögum. Þetta er ekki lögbundin þjónusta sveitarfélagana, þau fá ekki eyrnamerkt fjármagn til þess að sinna þessu. Þannig að það fer bara eftir hverju sveitarfélagi fyrir sig, hversu vel það getur sinnt þessu og hvers konar þjónustu það getur boðið upp á. Þetta veldur líka ákveðnu samkeppniskapphlaupi á milli sveitarfélagana hver getur boðið bestu kjörin. Ég veit ekki alveg hvort að þetta er góður samkeppnismarkaður. Það sem að við erum einhvern veginn, það skiptir máli hvar þú býr, hversu góða þjónustu börnin fá, hversu mikið öryggi börnin njóta. Við höfum alveg séð bara dæmi um það að það skiptir gríðarlega miklu máli að leikskólandi séu vel mannaðir. Ég held að stytting vinnuvikunnar hafi áhrif á heilsu og getu starfsfólksins til þess að sinna sínu starfi vel, án þess að brenna út. Ég segi bara, ég ætla bara að vísa, bara að spyrja Sólveigu Önnu, þetta hefur þveröfugar áhrif. Já, en það er út af því að það er ekki búið að gera neitt til þess að koma til móts við mönnunarvandan sem er til stað. Ég meina, það er allavega þannig í Reykjavík og leysir hann með því að hækka launum 100.000 krónur. Bara, þú veist, þetta þarf að vera ég myndi byrja á því að hverfa frá styttingu vinnuvikunnar, númer 1. Ok, en ég meina Kópavogur og Mosfellsbær og öll þessi módel, það sem þau eru búin að gera er að rukka fólk bara fyrir að vista börnin sín eftir að stytting vinnuvikunnar lýkur og þetta er leið til þess að koma til móts við og þeim tekst að vera með lágmarksmönnun á þessum tíma, þannig að þau, þetta er það sem að ég skilji frá Sólveigu Önnu að sé frekaleiðin, heldur en það að draga tilbaka styttingu vinnuvikunnar. Nei, ég held að það sé ekki rétt. Ég held að hún sé ekki hrifin, eitthvað sérstaklega hrifin endilega af því að þetta sé leiðin. Þetta er hins vegar viðbragð við því. Er að boða. Já, þetta er viðbragð við því, en það sem að gerist þarna, það sem ég held að þurfi, lausnin á þessu, hún þarf að taka til tvenns. Það er annars vegar starfsfólkið á leikskólunum, þetta gríðarlega álag sem er á þeim, en svo er það líka fjölskyldunar. Og þetta viðbragð við styttingu vinnuvikunnar til þess að það bitni ekki á starfsfólkinu, þá er verið að heimfara vandan yfir á fjölskyldurnar og eins og ég segi, það er bara rosalega margar fjölskyldur sem að þetta hendar ekki og það er eins og þið segið, fólk sem er verkafólk sem hefur ekki möguleika á að vera í sveigjanlegri vinnu. Það eru einstæðir foreldrar sem að bera uppi rekstur heimilisins eins og hafa ekki möguleika á að skipta þessu. Ég segi bara einstætt foreldri í millitekjum, það nýtur ekki afslátta Þú ert bara í millitekjunum, þá ertu bara komin upp fyrir afsláttaþrepið. Þannig að þetta er bara þeir allra lægstu. Ég get að lofa ykkur því, einstætt foreldri í millitekjum, það hefur ekki gott það er alveg að dýrt að reka heimili og barn og eitthvað þó þú sért einn versus að vera með 2 tekjustrauma. Þannig það eru alls konar hópar sem að falla á milli í þessum kerfum, en Reykjavíkur módelið af þeim módelum sem við höfum séð felur í sér langminnstan sveigjanleika. Og þannig að þarna er bara vandanum velt á fjölskyldunar. Í dag er vandanum velt á starfsfólkið. Í mínum huga, ef þú ætlar að reyna að ná utan þessa 2 hópa, þá er bara þessi stytting, þá þurfa bara gangast við því og horfast í augu það, að þessi stytting vinnuvikunnar
var mistök, það gengur ekki upp En ef það taka tilbaka fyrir allar starfsstéttir, bara ganga tilbaka með læknana líka, taka af þeim bara, ég meina, mín hefðir að vera ekki að fara tilbaka hérna í kjarabótum almennings og bara, eigum að vinna okkur til dauða bara til þess að við getum haft hérna. Þú vinnur þig ekki til dauða, þetta er ekki slíkur höfumunur, sko. Ég ætla að benda á, sko, að það sem að önnur lönd eru farin að gera, við erum nýbyrjað að reikna á hagvöxt á mann, en það er, sko, hægt að reikna þeir á hagvöxtur á vinnustund, það er að segja hagvöxtur á þegar þú ert að bera saman Bandaríkin og Evrópu til dæmis, að Bandaríkin sem er meiri hagvöxt, jafnvel hagvöxt á mann heldur en Evrópa, já það er 2 vikna sumarfrí á móti 5-6 vikna sumarfrí, þannig að þú reiknar bara hagvöxt niður á hvað þú þarft að vinna mikið, að þá held ég nú að tillagan um að lengja aftur vinnuvikuna sé kannski ekki leiðin. Við þurfum að fara að hugsa aðeins smartar og við hljótum, alveg eins og allir skólar geta tekið við 6 ára börnum, þá hljótum við að geta leyst það sem ég áttaði mig ekki á að vera svona flókið verkefni að hafa tilbúna leikskóla fyrir börn þegar þau eru ekki lengur í fæðingarorlofi hjá foreldrunum og að það sé nógu mikið starfsfólk. Ég meina, við vorum hér með atvinnustefnum að byggja upp alþjóðlega fjármálamiðstöð og við erum ennþá að mennta fjölda viðskiptafræðinga og lögfræðinga í samræmi við þá atvinnustefnu og erum líklega að eyða allt og mörgum peningum í þá menntunarflokka versus leikskólakennara menntunarflokkin. Ég meina, það er bara að fara yfir þetta og laga til og skipulegja alveg eins og við eigum að geta á styttri tíma en 20 árum útrýmt einbreiðum brúm á hringveginum eða skilur byggt borgarlínu þannig að séu almenningssamgöngur en ekki bílasteppa. Þú veist, aðrar borgir ráða við þetta. Ég meina, þú veist, við erum farin að fá smit á starfsfólk á bráðamóttökunni og nýji spítalinn á að vera tilbúin hvenær, 2032, þú veist, og við erum ennþá að rífast um að hann sé á röngum stað og við frestuðum honum, þú veist, þetta er bara, þetta gengur ekki að hérna. Ég meina, leikskólar eru grunnþjónusta, við ættum að geta leyst þetta, við ættum ekki að þurfa að vinna meira til þess að njóta betri grunnþjónustu, við ættum alls ekki að fara tilbaka í auklegar vinnustundir. Ég meina, atvinna er bara einn takmarkaður hluti af miklu verðmætara lífi heldur en það hversu marga klukkustundir við skilum inn í einhvern vinnubanka og það er bara framþróun mannkyns að detta úr sko 80 tíma vinnuviku og fækka þeim bara markvisst út af þegar maður á ekki að þurfa að vinna meira en helmingina ævinni til þess að geta notið lífsins sko. Eða ég meina það er allavega og hvernig vilt þú skapa verðmæti í samfélaginu? Það er bara hægt að skapa, við erum alltaf með ég bara spyr. Við fara aftur í 80 stundar vinnuviku. Ég er ekki að segja það. Nei, ég meina við sköpum frekar verðmæti þegar það er gott jafnvægi á enga og atvinnulífinu, skilur. Það er bara miklu meiri próf. Hvað þau eru að skapa mikið verðmæti? Bara, sorry, ég sé ekki munin á 36 tímum á viku og 40 tímum á viku í þessu samhengi. Þú sér þegar þú varst 40 og ert farin að vinna 36. Ég bara vinn yfirleitt fleira en 40. Það er ekki stytting vinnuvíkunar hjá blaðamönnum sko og hérna helst er þetta bara hjá opinberu starfsmönnum. Jú, ég veistu, ég sé munin á því vegna þess að af því að þetta er hjá opinberu starfsmönnum og kannski þeir sem hafa aðalega unnið í slíkum störfum sjá það ekki að fyrir venjulegt vinnandi fólk sem að þarf að vinna 40+ tíma á viku og ætlar síðan að sækja sér þjónustu hjá hennu opinbera, það er ómögulegt af því að hið opinbera, það er allt í styttingu fólk í vinnuvíkunar, afsakja orðbragði. Þetta bara gengur ekki upp, þetta er bara algjörlega galið. Við leysum þetta ekki hér. Afsakið orðbræði. Ég er hægt að gera svona, þetta spól tilbaka og bíp. Ég er litt F-orðið falla, held ég fyrsta skipti. Smári, hvað, þú gefur mig merki? Nei, ég heyrði að Þórður Sunna vildi ræða meðferð á börnum og líklega bakkagott. Já, ég skildist að við varum á leiðninga til þess að ræðum það. Já. Erum við að síða á seinni hluta núna? Já, en svona, verður róleg. Nei, hvað hérna? Ég er alveg sallaróleg. Já, þetta er náttúrulega ömurlegt, bara þetta er ömur. Hræðilegt mál, en ekki það fyrsta. Nei. Og þeir eru að fara að tala um Epstein-skjöluna eftir, sko, mér langaði bara að segja, í sambandi við þetta, ég meina það var tekið meðvitað ákvörðun að rannsaka ekki fleiri heimilir og rannsaka ekki sveitabæi og skoða ekki fósturheimili og fleira. Þegar við vorum í þessari vinnu í þinginu fyrir bara alls ekki svo löngu síðan. Það var líka tekin meðvitað ákvörðun að einhvern veginn bara henda í ruslið rannsókn á Varpholtsmálinu, stelpunum sem stigu fram í, hvað hétt þetta, Laugaland og Varpholtsmálinu.
í raun bara svona ákveða að dismissa þér sem að stigu fram þar, gera ekkert með það mál og bara svona endurtaka áfalli sem þeir eru fyrir og ég held að við verðum að fara að horfa svolítið í augu, ég meina þetta ekkert eitthvað sér íslenskt vandamál, sko, það bara ákveðin svona samfélagsleg plága að finnast ofbeldi gegn börnum léttvægt, þótt að við tölum það í aðra höndina sem mjög alvarlegt, að þá samt ekki, sko, viðhorfið gagnvart því að það þurfa að fara í einhverja kerfislega skoðun, það þurfa einhverja að bera ábyrgð á því, það þurfa að taka einhvern veginn virkilega af skarið með að koma í veg fyrir að þetta gerist aftur, þú veist, að því að við erum að sjá þetta koma upp aftur og aftur og aftur. Það ekki verið að fara í nógu kerfisbundnar rannsóknir á þessu og það bara ekki nógu alvarlegar afleiðingar af því að misnota börn, hvort sem það kynferðislega eða líkamlega. Og við sjáum það til dæmis, ég meina, eigum að rifja upp Braga Guðbrandsson sem stýrði nú eftirlitsstofnuninni með barnaverndarmálum á Íslandi og það komst upp þvílíkt misferli að hans hálfu og hann sendur í barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna til að losna við hann. Þannig að hann bara verðlaunaður, skilurðu, með kúrs í starfi í útlöndum. Eigum að tala Robert Downey sem að misnotaði unglingsstúlkur og fekk bara, fangelsisdóm. En hvað fekk hann svo? Hann fekk lögmannsréttindin sín aftur tilbaka af því að Hæstiréttur sá bara ekkert athugavert við það að láta mann sem var með heimilisfangabók 300 stúlkna í fórum sínum týndist hún ekki í sönnunargagnadeild lögreglunnar með tölum eftir nöfnunum með aldri stúlknana sem að voru allar undir lögaldri. Það var aldrei haft samband við þessar stelpur. Lögreglan var með símanúmerinn hjá þeim öllum. Það eina sem gerðist var að hann þarna sakvældur, hann fer í fangelsi, svo fær hann þessa uppreist æru sem hann sprengdi vissulega eina ríkisstjórn. En Hæstiréttur fannst samt ekkert athugavert við að láta hann fá lögmannsréttindin sín aftur. Og hvað gefur lögmannsréttindi þér? Til dæmis aðgang að barnahúsi. Eða rétti þess að innheimta skuldir. Hvernig geturðu að láta mann sem búin að sýna fram að hann sé þetta mikill predator fá þessu völd í samfélaginu. En þetta gerum við aftur og aftur. Við hendum hlutum undir teppi af því það óþægilegt að láta fólk svara til saka fyrir það að hafa misnotað börn og við þurfum að fara að horfast í augu við. Þetta hluta miklu stærra vandamáli sem það. Konum heldur ekki trúað. Þetta bara svona, þetta spurningu að taka á ofbeldismenningu í samfélaginu sem að gengur út af það að það þægilegra að líti hina áttina, að grafa undan trúveruleika fólks, að hlusta ekki, að afneita, heldur en að taka á ofbeldismenningunni sem að ekki bara í okkar samfélagi, heldur út allan heim. Og við höfum ekki notað þessi tækifæri sem komu eins og Breiðavíkurmálið og fleiri. Nei. Ég meina það var farið í einhvers konar vinnu og svo tekið meðvituð ákvörðun að skilja eftir það er vitað fullt af málum í þessu risamengi hér, allir þessi fósturheimili, allir þessi bóndabæir og x fleiri svona heimili og það bara, þið getið lesið það í greinagerðinu með frumvarpinu sem að ríkisstjórnin leggur til að það verði eitthvað svona almennt einhver almenn svona sanngirnisbóta nefnd búin til, þetta var á síðasta kjörtímabili, að þar kemur bara fram, en hér með lokið afskiptum af bara þessu dóti, við erum bara hætt að greiða bætur fyrir þetta, við erum hætt að pæla í þessu, þó að við vitum að sé bara fullt af óskoðuðu dóti og miða við fjölda mála hér, hlýtur að vera slatti hér, skilurðu, en við erum bara ekki til í að leggja hvorki peningni orku í það. Ég meina, og þetta bara kemur skýrt fram í þessari greiningar. Eins og getum við mikil verðmæti tekst að hjálpa börnum, svo sem að hafa lent í. En ákvörðunin var tekin á því að við lögðum að staði í að veita sanngirnisbætur en áttum okkur svona á því að málið miklu stærra og þetta verði svo opin tekki og við erum að skrúa fyrir þetta. Það svo fjármálaráðuneytið hefði samið þetta sko. Já, alveg pottþétt sko. Á vondum degi. Já, ég meina þeir þessi vinna við þetta, skrúa fyrir. En þetta virðist ekkit alltaf eða sko núna kemur bakkakott og það ekkit skárra heldur en hinmálin. Nei. Og við vitum ekkert. Ég meina það almennt bara stórhættulegt að taka börn af heimilum sínum og vista þau á stofnun eða hjá fósturforeldrum. Það stóra eykur líkurnar á því að börn verði fyrir misnotkun bara þegar þau eru með stjúpappa frekar heldur en annað. Ok, við getum ekki rannsaka alla stjúpappa heimsins, held að flestir bara
frábæri, skilur. Ég alls ekki... Og það eins er Alls það líka ekki að með saka- ég er að tala um fósturheimilin, líkur, ég er að tala um svo það líkur. sé á hreinu, Já. þetta er Já, náttúrulega, fósturheimilin- yfirleitt er þetta í lagi, en eftirlitinu hefur verið ábútuvant. Já, það er Við sérstaklega erum þessar ekki alhæfa stofnanir. neitt í þessu. við erum ekki- Sérstaklega þessar stofnanir. Og ég er sérstaklega að tala um stofnanir þar sem börn eru senda eitthvað út í raskat og þau eru geymd þar af því að þau eru til vandræða eða foreldrarnir eru til vandræða og ríki tekur bara ekki nokkra einustu ábyrgð á að tryggja að þar séu aðstæður Ekki þeim menntun í öruggar þessu, sko. og góðar. Ég sá Það er það bara, eina þetta mynd- er, og er ekki eins og til að borga þeim skadabætur þegar kemur í ljós að það er bara búið að lemja þau í stöppu á meðan þau voru þarna, skilur. Ég meina, þetta bara næri ekki nokkra átt, sko. Og svo En voru að strákarnir senda í Bakkakotir voru einkaþóttur í líka, námi. útlandsbörn. Já, fyrir utan náttúrulega hvernig við komum fram við Ég útlandsbörn, 2 vikna gamla tvíbura sem voru teknað með var keisaraskurði. 9 orðin afi og á 30 ára afadreng líka og svo sé ég fréttir af Þau þessu eru sem komin að til Rússlands koma núna, ekki. halleluja fyrir okkur, geggja, frábært, flott. Svo ætlum við að setja börn í öryggisklefa, það stendur til. Það var að setja börn í öryggisvistun. Sko, ég meina þetta frumvarp sem er í gangi núna varandi flóttabörn, eða þar að segja flóttamenn og í raun hvaða útlending sem er á Íslandi sem að gæti átt yfir höfðu sér að vera að vísa á landi af því að þannig er lögin settu upp. Það má vista hvaða útlending sem er sem að gæti átt að yfir höfðu sér að vera að vísa á landi í þessu fangelsi og það má beita því töluvert alvarlegri þvingunaraðgerðum og með miklu lægri þröskuldi heldur en fólk sem hefur verið sko dæmt til fangelsisvistar og þar á meðal börn, skiptir ekki máli hversu gömul. Það má vista þau alltaf 9 daga, samkvæmt þessu frumvarpi, ég þurfa nú einhvern veginn að veðja, við förum fram yfir það. Og það má vista þau sko í 3 daga, það má framlengja 3 ef foreldrar þeirra eru ekki samvinnufúsir. Þannig það má refsa börnum fyrir aðgerðir foreldra þeirra, sem er bannað samkvæmt barnasáttmálanum. Og það má geyma börn í öryggisklefa. Það má reyndar ekki ólaðu niður eins og foreldra þeirra. Þannig að það er allavega mannúð í því. En það má vista þau í öryggisklefa ein. Það má aðskilja þau frá foreldrum sínum og vista þau í öryggisklefa. Og það má taka dómsmálaráðuneytið alltaf 4 daga að komast að niðurstöðum hvort það sé réttlætanlegt að vista börn í öryggisklefum. Ég ætla að fá að skipta umræðefni aftur og það er ekki að þið séu að fara frá þessu umræðefni að því að við höfum átt að tala hérna Grænland og svona hótanir Trump að taka við Grænland og tala við alls konar fólk Grænland en þá skal Brynja fór til Grænlands. Nei, Við fórst ekki til Grænlands? ég fór ekki, Auður Jónsdóttir fór og Auður Ingibjörg. Jónsdóttir til Grænlands. Ég ætlaði bara að auglýsa heimildina smá. Ég skrifaði bara eina grein, þær síður af 36 síðum Grænland í heimildina. Heimildinni kemur út frá Grænlandi þessa vikuna. En það er alveg efni það er líka í það. annan þátt að Ég var að lesa þetta. uppgjörið á bara, hvers vegna Trump réðst ekki inn í Grænland og hvernig þið var snúið við. Það var nú mín litla grein efnahagsmálin, en þær töluðu við, og Golli fór með að taka myndir, talaði við fjölda fólks þarna og ég bara, það er efni í marga þætti held ég Ég er nú ekki sjálfhverjum að hann sé hættu við. Nei, ég er ekki heldur á því sko. Nei. Og ég held að hann hafi aldrei ætlað að beita hervaldið hana, hann ætlaði bara að beita hótuninni og hann ætlaði að hafa stöðuna þannig að Grænlendingar neyðist til að semja við hann. En sko, hvernig ætlum við að geta talað um þetta? Þetta er okkar næsti nágranni. Já. Kanada var að opna sendiskrifstofuna. Við erum með sendiskrifstofu. Já, og hvað, ætlum við að lána Trump hana til að skipta búninga? Nei, ekki ég má ráða. Þetta er sko, mér finnst furðulegt hvað við höfum einhvern veginn tekið þessu léttvægt. Það voru, í alþjóðlegu miðlum sem ég les, eru Evrópuleiðtogar. Hvað meinar við? Við höfum haft þetta hellinga fólki sem er alveg á áherslu. Ég er að meina íslensk kannski sko stjórnvöld og íslensk mainstreams fjölmiðlum. Utanríkisráðuneytið. Já, hún var ekki nýjasta fréttin það að við erum að fá sendiráð frá Tyrklandi hér á landi. Þeir vilja svo opna sendiráð hér, er það ekki? Jú, já, og ég held að Þorgerður Katrín hafi sagt að það bara liggi fyrir að það verði svo. Ég glöggvaði mér nú ekki alveg ástæðunum en það er allavega þannig að það stefnir alltaf svo verði. Það er ekki bara þeirra mál með er ekki að hafa sendiráðina eiginlega. Við erum með nokkuð sendiráðina sem við erum ekki með sendiráð á móti, það er eitthvað svoleiðis dæmi. Já, það er eitthvað um það. Ég meina við erum þá í samstarfi við Norðurlandi varandi sendiráðsþjónustu sko, sem við þá þykjum af þeim. En sko varandi viðbröð utanríkisráðuneytisins, mér finnst líka alveg að þau hefðu mátt vera sterkara en þau voru alveg til staðar. Þetta vandamáli sem að allir Evrópuleiðtogar standa frammi fyrir er náttúrulega þessi yfirgengilega hræsni og leikaraskapur í þeim. Ég meina þau horfa upp á Maduro rænt af venusvelskri grund og landið sprengt í lofti på 100 manns drepin og ég veit ekki hvað, bara svona 100 p, bara sem þjóðréttafræðingur
brot á bæði rétti þeirra til landamæra, rétti þeirra til fullveldis, hann friðhelgur sem þjóðarleiðtogi burtséð frá því hvað finnst hann. Frábærlega vel hefnað að gera. Þessar reglur, það skipta gríðarlega miklu máli upp á sko þjóðréttarlega reglur, international law, þeim viðhaldi á tveimur grunnum, skulum við segja, og þetta svolítið fyndið að þeir talast rosalega mikið við. Annars vegar ertu með einhvers konar þjóðréttarlegar skyldur sem að ríki eru búin að koma sér saman að fylgja, right? Og oftast það þannig að ríki fylgja því oftast, það reyndar ekki við Bandaríkin. Og við höfum verið svolítið duglega að breiða yfir að Bandaríkin, þeim alveg sama. Síðan ertu með það sem heitir state practice, eða sem sagt, hvernig ríki haga sér. Og það það sem að viðheldur þessum reglum. Og ef það fer að breiðast út að ríki haga sér ekki þannig að þau fylgi þessum reglum, sem sagt fullveldi, landamæri eru heilög, etc. Og að þau haldi því ekki uppi á alþjóðasviðinu þar að segi uppátt á alþjóðasviðinu þessar reglu gilda, landamæri eru heilög, og þegar þau fara að gera það svona ótrúlega selektíft eins og þau gerðu gagnvart Venesúela í aðra hendina og svo kemur Grænland og Danmörk, sem sagt vinur okkar, að þá allt í einu skipta landamærin máli. En í gagnvart Venesúela, þá var þetta bara, já, þetta rosa flott hjá honum, kallinum, honum Trump. Greinlega mjög vel hefnuð aðgerðir, hún var þaulskipuleggja þetta, kom frá Þorgeiri Katrínu. Ég ætla bara að fylgjast rosalega vel með þessu. Þetta sagði Macron líka. Fólki í Venesúela getur bara fagnað að það laust við Maduro. Og nú fylgjumst við með því að það verði lýðræðisleg uppbygging í landinu. Þú veist, Trump bara hérna, ég ætla að ná mér í olíu, þú veist, og allir bara eitthvað, já, fínt. Þú veist, ekkert mál. Og svo 3 dögum seinna gerist Grænland og þá allt í einu allir rosalega uppteknir af fullveldi, friðhelgi landamæra og jú vissulega, maður á ekki að dissa bandamenn, sko. Þannig nú þetta allt í einu fara að snúast á okkur, þá förum við að grípa perlurnar og förum að hafa áhyggjur af þessu fullveldi. Þetta nú eðlilegt að sko við tökum betur eftir því sem hérna nær okkur. Tökum betur eftir? Við tókum alveg eftir Venesúela. Já, við bara sögðum hátt og skýrt okkur væri drull. Ef það í götun okkar eitthvað, þá ef frekar í hínu hverfinu. Ef við komum öðruvísi fram við fólk sem í hínu hverfinu, varandi hvaða reglu gilda hvernig við komum fram með þau, þá getum við ekkert gert eitthvað sérstaklega sterkar væntingar að sami bulli fylgi sömu reglum gagnvart okkur. Ég ekki rétt aðgerðina í Venesúela. Ef hann tekur nú Grænland, heldur einhver að hann muni virða miðlínuna milli Grænlands og Íslands? Ég meina, held að hann geti ekki látið bara einhvern vin sinn sem í útgerð fá að veiða íslenskan fisk ef hann langar. Ég meina, hann á enga vin í útgerð. Nei, ok. Sko, nei, ég meina, þú veist, þetta svo stórfurðuleg En á vini í námuvinnslu og olíu En eins og þetta mál finnst mér að gefa tilefnið að því ég var að kvarta á þannig verið svona hvernig umræðu grundvöldurinn verðbólgun og svona að við erum alltaf með breytta stöðu í varnarmálum og sambandi við varnarsamning og hver staða okkar og hver raunverulega sjálfstæð okkar og mér finnst allir að við tölum það sko. Það bara mjög takmarka með þennan varnarsamning sem í gildi. Það er mjög auðvitað að halda því fram að við megum bara gera það sem að Bandaríkjamönnum eru sáttu við. Og ef að það þá finnst mér alltaf að það einhvern veginn komið fram að við vitum þá að við séum svona, ég veit ekki hvað þetta er kallað, hjálenda. En mun okkur þá takast að koma í gang umræðu Evrópusambandið eða það líka bara stýst af... Nei, ég held að hún sé alveg í gangi. Það verður kjósun eða ekki? Hún sé alveg í gangi. En ég held að verða alveg afskipti og ég meina Trump búin að boða afskipti af evrópskum kosningum. Það í utanríkisstefnunni hans eða þjóðaröryggisstefnunni hans. Og ég meina það nú mjög áhugaverð grein hérna í blaðinu svo ég vitni í það líka boða frjálshyggju á Íslandi gegnum samtök tengd kokkbræðrum, alveg mögnuð mynd af Binga Sigmundi Davíð og 2 ungum mönnum og Hannes Hólmsteini á fundi í Róm og þetta bara í samræmi við utanríkis Þetta er ekki samsett mynd, þetta er Nei, þetta er bara mynd. Ég held að þetta sé alveg mynd. Geggja mynd. Þetta er sjúklega góð fréttamynd. Þetta er dressmannauglýsing. Það er fleiri sem ást þetta. Og þetta er alveg það sem að bara J.D. Vance og þessi vinir af Trump eru búin að vera að gera í Evrópu með stuðning við öfgahægri flokka í tilteknum löndum þar og ég meina vinirnir í Tyrkland og fleira, þannig að þetta er alþjóðamálin sem við... Það var viðtal við framkvæmdastjóra evrópskra þingmannasamtaka frjósemis og kynfrelsis réttindi held ég að sé ágætt stýðing á þessu EFPP samtökum
Hér, fyrir ekki svo lengur, RÚV í Kastljósinu gott ef ekki, eða þá Silfrinu, ég man það ekki. Þar sem hann fór yfir skýrslu sem að samtökin gerðu einmitt sko að það kemur fjármagn frá eins og Koch og fleirum hans líkum í Bandaríkjunum, ólígarkum og rússneska ríkinu þaðan og svo svona alveg rosalega fórpokruðum aristókrötum alla Evrópu. Og þessi peningar eru notaði til þess að fjármagna það sem að ég kalla andréttindahreyfingar út alla Evrópu til þess að í raun vinna tilbaka þá litlu sigra sem að konur og kvár, hinsegin og kynsegin fólk hefur unnið og líka auðvitað að vissu leyti fólk af öðrum húðlit og þetta er alveg rosalegu peningur sem að fer í þessa botnlausu hít sem að gengur út af það að ná tilbaka þessum kvenréttindum og réttindum kynsegin og hins. Ég heldur þetta að það sé drullum styttingu vinnuveikunar. En það er þetta, þú veist, það er fólk sem að fæ beinlínis borga fyrir að berjast gegn því að konur eigi rétt til þungunarrofs. En það er margt svona í þessu breytta heimi. Og er eitthvað sem bendir til þess að Students of Liberty séu á Íslandi að berjast gegn slíku? Nei. En það er margt í heimurinn að breyta svolítið mikið og í tengslu við Trump og hvernig hann talar Evrópu og hvernig hann boðar það að hluta utanríkisstefnu Bandaríkjanna að vera með stjórnarskipti í Evrópu, það er ekki að tala þess að hann bara segir það í þessum stefnum og við verðum náttúrulega einhvern veginn að læra að tala út frá þessu raunveruleika, við getum ekki látið eins og þetta sé ekki að því að þetta er svo óviðkvæmilegt og ég meina við getum ekki verið að ræða peninga og ultrahærið og hvort það hafi áhrif hérna á Íslandi, við erum bara svo að tala þetta. Ultrahærið og allt þetta, fjármagn ýmissa hagsmunasamtaka flæðir út allt í tengslum alls konar svona mál. Bara við höfum séð það meðal annars frá hagsmunasamtökum í tengslum við Evrópusambandið sem að vilja fá Ísland inn í Evrópusambandið að það flæða peningar frá þeim til Íslands. Við höfum séð þetta einhverja styrki sem að Ríkisútvarpið hefur þegið frá einhverju svona Evrópusamtökum og annað. Þetta er allt líkjandi en þetta verður fyrst mál hjá einhverjum þegar að þetta er einhver skoðanir sem að þeir eru mótfallnir. Það er alltaf þannig. Ég var að vísa í þetta væri í utanríkisstefnu Bandaríkjanna, í varnarmálastefnu Bandaríkjanna. Það er nýtt í ég ætla bara að þeir nefni Students of Liberty, ég hef nú einhvern tímann held ég sótt einhverja fundi sem að þeir hafa haldið hér og það hefur bara verið þetta klassíska frjálshyggjuhjal. Ég hef ekki orðið vör við neitt sem er tilefni til einhverja sérstakra áhyggjur þar. Ég hef gott ef ekki líka farið á Students of Liberty en það er kannski ekki það sem ég er að vísa í heldur að það er alveg tilefni til þess að kanna af því að það er eitt að styðja við þessar andréttindahreyfingar og ég er ekki endilega að segja að það sé endilega ólögmætt en það er svona ákveðin undirróðurstarfsemi gagnvart réttindum sem að hafa áunnist að mínu viti en svo er það hitt hvort að þessi fjármuni fari inn í alvöru stjórnmálastarf á Íslandi og það eru bara mjög skýr lög sem að heimila það ekki, þú mátt ekki taka við og þetta vitum við sem vorum alltaf söku að vera fjármögnuð af Soros á sínum tíma í Pírötum sem er náttúrulega algjör kjaftaði en allt í lagi. Ef að eitthvað af þessum peningum er að fara í, segjum unglegastarf miðflokksins bara, eða eitthvað svona, það er verið að nota þetta eitthvað leiti til þess að fjármagna starfsemi þessa flokks, þá erum við farin að tala eitthvað vandamál. Ég er ekki að segja þetta sér til staðar, en miðað við þessar tengingar sem verið að draga hérna fram, þá er alveg tilefni til þess að skoða þetta því að það er ástæða fyrir þessum lögum. Þú ert farið að rannsaka starfsemi stjórnmálaflokkana? Ég meina, ríkisendurskoðandi fer með þetta hlutverk að skoða ásetningslegt. Ég meina, það er eftirlit, ríkisendurskoðandi er með eftirlit yfir fjárreiðum stjórnmálaflokkana, hefur allar heimildir þess að kalla eftir öllu og þessi undir félög heyra öll undir það. Ég held að ég treysti ríkisendurskoðanda til þess að fylgjast með því hvort erlent fjármagn sé að streyma inn í flokkana. Tími okkar er uppurinn og það fyrir nokkru. En þetta er búið að vera fínum ræða og hér á eftir þá koma til okkar Auður Anna Magnúsdóttir, Jenny Kristín Valberg og Kristján Gær Börses. En ég ætla að taka ykkur. Ásgeir Brynjar, Þórhildur Sunna og Andrea Sigurðardóttir og við sjáumst á aftur eftir augnablik. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu,
Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Gleði er svo mikil dauðans alvar. Ef að það er ekki gleði, það vantar svo mikið kraft. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á gleði. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Byltingunni hefur verið frestað vegna skorts á ríkisfjármagni. Gluggagallerið Stétt, Bolholti 6, opið allan sólarhringinn alla daga ársins. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.
Já, komið sæl á ný. Við ætlum hérna í þessum hluta að tala um Epstein-skjölin og við höfum fengið til okkar góða gesti. Það hérna Jenny Kristín Valberg, teymisstjóri í Bjarkarhlíð, Kristján Gat Börses, alþjóðastjórnmálafræðingur og Auður Anna Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Kvenréttindafélags Íslands. Smári. Já, hugmyndin var svo að ræða þess Epstein-skjölin sem náttúrulega flókin, að bæði að við myndum svona átt okkur á því hvað þetta hvaða starfsemi Epstein var með, sem að og hvað af henni var glæpastarfsemi og hvað af þessu var svona eitthvað pólitískt tengslanett og hvaða svo afleiðingar birting þessara skjala og umfjöllun þau hefa haft mikil áhrif í ríkisstjórninni eða Keir Starmer í Breitlandi. Riða til falls og þetta verið áhrif í furðulega mikil áhrif í Noregi og víða, kannski ekki mikið hér. Þannig að ef við myndum kannski bara byrja á því að reyna átt okkur á því hvað hvaða fyrirbrigði Jeffrey Epstein og starfsemi sem hann var með. Ef ég má byrja bara á þér, Jenny. Já, takk fyrir boðið. Það er náttúrulega alveg ljóst að þetta hefur verið mjög grimmileg brotastarfsemi gegn börnum og mjög ungum einstaklingum þar sem að þetta hefur þrifist í skjóli valds og líklega einhverju þöggunar fyrir þessari starfsemi vegna þess að þetta spannar að minnstakosti 3 áratugi og lögreglan oft komið að, sýnist mér svona á því sem ég hef allavega séð og heyrt af þessu máli. Þannig að já, þetta er mjög náttúrulega stórt og alvarlegt mál. Já, en hann barnanýðingur og nýðist á börnum og ungu konum. Já. En jafnframt veittu öðrum aðgengi að hann var svona eins og dólgur, útvegaði stúlkur fyrir aðra. Já, og þetta auðvitað ekkert öðruvísi heldur en maður sér svona kannski líka í málum sem eru smærri í sniðum að það þarna einstaklingum með honum sem kona sem svona kannski auðveldara fyrir konu að grúma ungar stúlkur og ungar konur inn í svona og svo auðvitað verið að nýta sér auðvitað börn og ungmenni í mjög viðkvæmri stöðu. Við sjáum að að allan á þeim gögnum sem ég hef lesið að þetta ofta börn í viðkvæmri stöðu að eiga undir í samfélaginu og þarna verið að bjóða og þótt að það bara þannig að það sé tekið fram að þegar börn að ræða þá þurfa ekki að vera allir þessi 3 þættir til staðar sem venjulega í mansalsmálum. Það nóg að það sé verið að hagnýta börnin á þennan hátt og það var svo sannlega gert og það var greinilega mjög markvisst verið að reyna að finna einstaklinga sem voru viðkvæmri stöðu og sem treystu á þessa einstaklinga og þeim var oft lofað einhverju og þetta mjög klár merki mansal sem að koma þarna fram. Og fjöldin mikill, þau eru að sækja börn og ungar stúlkur víða heim. Já, þar sem eftirspurn, það verður framboð og maður sér það mjög greinilega á þessu máli að það hefur verið mikil eftirspurn með við hversu mikill fjöldi þolandi hefur verið í þessu máli. Það með velti fyrir sig hvað mikil umfang í þessu hjá honum. Nú Já, þetta var langur tími líka. Það mjög sérstakt. En ef að Epstein hefði ekki verið til, en orðið fyrir strætó, tvítur, væru þá ekki að tala svona mál? Jú, við værum því miður að tala svona mál. Það eru margir aðrir. Sem í gangi núna? Já, og auðvitað, þetta auðvitað eins og við Auður vorum að ræða að þetta bara því miður eitthvað sem fylgir ofbeldishegðun, það að finna leiðir til þess að brjóta á öðrum sem að þau geta náð stjórn á og náð yfirráðum yfir. Þannig að þetta mjög þekkt merki í ofbeldi og kannski þetta mál út af því að þessi maður hafði þessa stöðu og þeir viðskiptavinir sem að leituðu til hans hafa líka þá stöðu að þannig að þess vegna þetta mál kannski svona ofarlega í umræðinni. Það sem sérstakt við þetta hann að þjóna efstu lögum samfélagsins. Já. Og eiginlega elítu heimsins. Algjörlega. Og Stökkvinn, já. Það sem við kannski verðum að sjá núna á síðustu 15 árum, fyrir 15 árum koma
Wikileaks lekarnir sem að gefa einsýn í alls konar hluti sem að fólk vissi almennt ekki Fyrir 10 árum eru Panama-skjölin sem að sýna það hvernig þeir sem eru ríkir eða í valdastöðum ná að koma peningunum sínum undan. Síðan kemur MeToo-byltingin og allt sem að henni fylgdi og við erum að sjá bakslagi núna þegar að þessi skjöl birtast og sýna okkur inn í þennan heim sem að flestum hefur verið hulinn en vekur sérstaklega athygli að því að þetta eru karlar í efstu lögum, ekki bara samfélagsins heldur heimsins alls og net sem að teygja sig í allar áttir. Þannig að það gerir þetta mál svona stórt og það eru komið fram ykkur 3 milljónir skjala. Það er grunur að séu meira en 2 milljónir sem eru eftir að birta. Það er mál sem snúa Donald Trump sem að er ekki búið að birta. Svona er mikið búið að stróka yfir mikið þannig að þessi skjöl, það eru margar bara svarta síður sem eru gefnar út. Já og bara hvernig dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur staðið að því að birta þessi gögn er líka algjör hneisa þar sem að þolendur hafi verið birt nöfn þeirra og myndir á þeim en sem gerendurnir strókaðir út og þannig að myndin er ekki orðin full en það er býsna margt að birtast. Þetta er ekki 1000 púsl á púsl heldur kannski 10.000 púsl á púsl og við erum svona að sjá einhverja mynd vera að birtast smátt og smátt það sem væri í gangi hjá þessu í kringu þennan einstakling á þessum tíma. En þetta kemur fram ekki vegna leka. Þetta kemur fram af því að einhverjum stúlkonum stigu fram. Já, sem betur fer. En það er bara svo margt í þessu og hann hefur greinilega verið í alls konar ógeði og alls konar fólk sem er tengt honum, ekki bara mansali og vændi og misnotkun á börnum og nauðgunum. Það sem að við getum kannski verið svona þakklátt fyrir er að við höfum þessi gögn, við vitum að þeir eru til staðar og þó þessi búið að strika yfir, meirihlutan af því sem að hefur verið gefið út að þá eru þessi gögn samt til. Þannig að einhver tíman getur verið að einhverjar rannsóknarnefndir taki þetta virkilega fyrir. Það verður náttúrulega ekki á meðan við erum með þessa ríkisstjórn sem er núna í Bandaríkjunum. Ef að Bandaríkjastjórn væri alvara með að skoða þetta virkilega þá hefðu sett náttúrulega fót rannsóknarnefnd sem að færi systematist í gegnum þetta gæti séð allar upplýsingarnar. En er ekki röki fyrir því að stróka út einmitt að það getur viðkvæmar upplýsingar vegna annar rannsókna? Og hver er svo rannsókn? Já, það er einmitt. Hvaða rannsóknar eru það? Það hljóta að vera alveg ótal rannsóknir. Til dæmis bara ef við tökum, þetta er svo ótrúlega margir ángar, bara ef við tökum Peter Mendelssohn hvað fyrirverandi sendiherra Bretlands í Bandaríkjunum sem var að selja trúnaðargögn ríkisins til Epstein. Bara þetta eina er risastórt mál. Og svo bara það sem að við erum, það sem að tilfinningin sem við getum fengið, þó að við höfum ekki nöfnin og þó að við höfum margt sem að vantar, margt sem er búið að strika yfir og mikið á skjölin sem vantar, tilfinningi sem við fáum er þetta gjörsamlega tillitsleysi, þetta yfirgengilega eigingirni, þessi svakalega þörf fyrir að sýna vald sitt gagnvart þeim sem eru algjörlega í viðkvæmri, ekki viðkvæmri stöður, algjörlega valdalausir. Þetta er fólki sem er að stýra okkur og það er svolítið skrítið að QA-kenningin að það er pedofílar hringir sem að stýra heiminum. Það er þannig. Þetta er ógeðslegt fólk sem að er að höndla með okkur og okkar málefni og í fullkomnum heimi þá væru við að horfa í byltingu, að auga okkar hafa opnast núna fyrir því hvernig valdaelitan er. En það komið fram í þessu þannig nöfn að þessi gerendur, þeir náttúrulega vissu fullkomlega hvaðan fórnarlömbin komu og hvað þau voru varnarlaus. En samt hafðu þeir geð í sig til að stunda það sem gerðu. Já. En að þú sagðir að þeir sem eru að stjórna okkur á það við alla elítu heimsins að hún tengist þessu.
Eða getur ekki verið í elitu heimsins án þess að vita af þessu? Eða það bara hluti af elitu heimsins sem var inn í þessu neti? Sko, auðvitað var það bara hluti en ég held að sko miðað við hvernig hann virðist hafa verið með puttana allstaðar og eitt sem svona svolítið skrítið, Jeff Bezos kemur einhvern veginn algjörlega saklaus undan þessum steinum sem svona frekar grunnsanlegt. En auðvitað fullt af fólki sem var ekki hluti af þessu en það eiginlega ekki hægt að það fólk hafi ekki vitað af þessu og það ákvað að gera ekki neitt. Hann dæmdur barnaníðingur 2008, 2009, eitthvað svo leiðis. Hann með alls konar partí, allir og ammaðir að reyna að komast í þessi partí. Þeir sem ekki reyna að komast í partíin, þeir vita af því og þeir vita augljóslega hvað í gangi þarna. Og margir í kring, eins og það líklega vandi Keir Starmer í dag að hann eiginlega samþykkir Mendelssohn meir og minna vitandi svona það bil að það er svona orðið að beint sko, að hann hafi verið tengdur einhverju svona. Já. En hann segir að bara Mendelssohn bara svo mikilvægur starfsmaður fyrir okkur að við látum þetta gott heita. Þannig það þetta svona þegjandi samþykki sem eiginlega meira þegjandi samþykki. Þetta eiginlega mjög svona ákveðið samþykki við elitunni sko. Já, ekki það að Peter Mendelssohn sé eitthvað að hlusta á okkur en þú veist, það hefur ekki komið fram að hann hafi verið að brjóta á börnum eða við komum einstaklingum, en hann var hins vegar á fullu í viðskiptum og Þú tók eftir því að þú sagðir að hann hefði selt ríkisleyndamál, en það má kannski orðað þannig að hann hafi þegið greiða og borgað með greiðum. Það ekki beint að hann lét leyndamálinn og fekk borgaðan. Hann fekk maðurinn hans fekk ykkur að styrki og stuðning. 25.000. Já, svona hlægilega lágar upp að hliðina á því hvað hann Já, kannski. Alltaf hann virðist vera að fergar ódýr sálinn í Mendelssohn. Já, en ég held hún sé það. En það einmitt það sem við þurfum að spyrja okkur. Þú veist, það skiptir kannski ekki máli hvort það voru 10% eða 30% af valda elitinu sem var í kringum hann. Meiri hlutin af henni vissi hvað var í gangi að. Ég spyr hvað stór hluti að því að þú sagðir að hlýta að koma bylting. Það sé svo mikið að við séum eiginlega undir bara gerspiltri elitu sem að það algjörlega sannfærður það að lög og reglur eiga að gilda okkur en ekki þau. Sko, ég sagði í fullkomnum heimi en ég hef því miður ekki trúið, ég bara orðin svo gömul og búin að fylgjast með allt og miklu, þess að ég trúið því bara ekki. Við erum bara litla Íslandi, við erum með Fishrot-Files Samherjaskjölin og ekkert að frétta, ekkert að gerast og það eru miklu minni hagsmunir þar. En mér sagt að byltingi komi einmitt þegar fólk segir að ég er svo gömul að kemur ekki bylting. Ok, þá ætlum ég bara að halda áfram að segja það endalaust. En áhrifin á stjórnmálin, Kristján, þessi sem Auður að lýsa, þetta náttúrulega, við höfum heyrt þetta búið að vera svona gegnumgangandi í stjórnmálumræðinni svona síðustu 2 áratugi að við erum við ráðum engu, stjórnvöld bara eru aldrei að hugsa okkar hagsmuni, þau eru bara að hugsa hagsmuni hinna ríku og auðugu og gera bara það sem við vilja og svo sem að ferða þarna upp, hann bara sogast inn í elituna. Obama sé ekki í þessu, þá finnst mér alltaf gaman að vitna í Cornel West sem sagði Obama, hann sneri sér að okkur fyrir kosningar og gaf okkur von. Eftir kosningar þá sneri hann sér að sínu raunverulega kjördæmi sem að Wall Street og þjónaði því. Það er þessi svona tilfinning sem við höfum haft. Er ekki eitthvað hæft í þessu hjá Auði? Þetta hlýtur að leiða til bara umbreytinga í stjórnmálum heimsins. Ég get ekki alveg fullyrt það, en það sem við erum að sjá núna, nöfnin sem að birtast núna í Epstein-skjölunum, þetta alls konar fólk sem hefur verið í samskiptum og hefði mátt vita og vissi væntanlega hvað hann hafi verið dæmdur fyrir og í hvers konar umhverju hann var að þrífast. Fólk var tilbúið að mæta í partí og alls konar fólk að biðja um greiða eða fá að vera með. Elon Musk vil mæta í partíið. Jagland á leiðinni til New York sem fórseti Nobelnefndarinnar og þá dettur Epstein í huga að það getur verið gott fyrir fleira að hitta hann. Þannig að það alls konar svona orðspórsþvætti í gangi þarna í gegnum alls konar og við getum farið kannski í það hvernig Epstein reis og hvernig hann komst inn í þessa hópa.
þetta eru nöfnir sem eru núna. Áhrifin á stjórnmálin, þau birtast með margvíslegum hætti. Það eru núna sakamálarannsóknir í Breitlandi og Noregi sem eru farnar af stað. Það eru á fleiri stöðum er tilefni fyrir lögreglu að skoða hvað er í gangi. Það er mannsalsvinkillinn þannig að það þarf miklu stærri rannsóknir líka til hefur verið á því hvernig hann virkaði, hverjir voru að keyra þann hring og hvernig þessi viðskipti með börn og konur voru rekin. Þannig að það sem við erum að sjá núna bara það svolítið uppróta á alls konar upplýsingum sem að þarf síðan að safna saman og leiða í jörð. Þannig að það býsta margt eftir, en þetta eins og lekarnir sem ég nefndi hérna í byrjun, það er traustið á því að þeir sem hafa völd og auð og eru kosnir til pólitískra hlutverka séu raunverulega að þjóna þeim sem að þeir eru kosnir til að þjóna og það svona þetta gríðarlega vantraust. Ég held til dæmis að fyrir kosningarnar í Bandaríkjunum á síðasta ári að þá hafi þeir sem að keyrðu samsæriskenningarnar kannski ekki endilega trúa því að þeirra maður væri á bóla kafi inn í þessu öllu saman og það síðan eitthvað sem við getum velt vöngum yfir hvernig muni þróast á næstu vikum og mánuðum þegar að kannski birtist einhver mynd af hans aðkomu Donald Trump inn í þetta, hvenær hann raunverulega sleit samskiptin við Epstein. Við erum að sjá býsna marga að segja, heyrðu við hættum að tala saman fyrir löngu síðan. Lötnik viðskiptaráðherra Bandaríkjanna sagði það, en svo birtast pósta það sem sýnir að við fjölskyldan erum á leiðinni heimsókn á þessa eyju, hvernig verður tekið á móti okkur þar. Þannig að það er margt sem á eftir líka að koma fram, en þegar það afhjúpast þetta gríðarlega, eða þessar upplýsingar sem valda þessu vantrausti, hvað mun það síðan búa til? Það vil tilefni fyrir alls konar mótmælum af minna tilefni væntanlega. En skaði fórnarlambana lítur að vera mjög mikill og ég hef með mörg sem bara ná sér aldrei. Þetta er búið að meiða mikill. Algjörlega og ég hjóði mitt eftir því þegar myndist á það áðan hvaðan þessi þolendur að koma en við vitum það auðvitað bara eins og þegar að stríðið braust út núna í Úkraínu þá loguði vefsíður Facebook á því að menn voru ekki á ykkur interneti heldur bara á Facebook síðanum að velta fyrir sér hvernig væri hægt að komast að landamærunum og ná í konur og börn þaðan og hvort það væri hægt að hagnýta þær strax eða hvort það þurfti eitthvað að bíða og hvort það væri, hvað maður ætti að gera við þessi börn og annað og þannig að þar sem er fátækt, stríð, náttúruhamfarir eða hvað sem þá eru menn komnir á fullu að reyna að finna þolendur til þess einmitt að brjóta á og hagnýta og svo eru einstaklingar, við sjáum það bara hér á Íslandi að það er rosalega eftirspurn eftir vændi hér á Íslandi og það er á samaskapi mjög mikið framboð því að ef það er einhver tilbúin að borga fyrir þetta þá er einhver tilbúin að ná í einstaklingi viðkvæmri stöðu og neyðan inn í þessar aðstæður og annarkvort með hótunum eða einmitt með eins og kemur fram þarna í þessu Epstein-máli að það var oft verið að bjóða þeim þau störf eða betra líf á einhvern hátt og það er þessi hluti af þessu grooming ef ég má sletta að reyna að byggja upp traust þolenda og þetta er einmitt akkurat málið hvernig stíga svo þolendur út úr þessu það er oft mjög erfitt fyrir þolendur að stíga út úr svona aðstæðum og ég tala nú ekki að þegar það er búið að brjóta á þeim frá því að voru börn og þú er kannski komin í ára eða áratuga langa bara sögu ofbeldi á þennan hátt að við vitum það auðvitað að það er bæði hætta á að við komum til að fara í neyslu og þá verða lífsskilurinn og bara lífið mun verra og gæti að blenda með dauða en þetta er líka bara að eftir svona kynferðisbrot að það tekur mörg ár oft og áratugi að vinna úr því og það má alveg taka það fram hvert einasta skipti
er kynferðisbrot. Þannig hvert einasta skipti sem einhverjum misnotar á þennan hátt, þá er verið að brjóta á honum kynferðislega og þetta er kynferðisbrot. Þannig að einstaklingur sem verður fyrir að ítrekuðu brotum á, einhverjum tíma, þetta er allt ný brot. Það er engin það sem ég er að segja það venst engin svona aðstæðum en eins og með margt vont að fólk finnur leið til þess að lifa af í erfiðum heimi og það er það sem margir þolendur vændismannsals þurfa að gera. Þetta er ekki ónýtar manneskjur, ekki allar. Nei, það er engin ónýtur. Margar falli og skaðist mikið. En var það, þú nefndir þessi Úkraínustríð að ég man eftir þessu að það fara bara í gang einhverjir sem ætla að nýta konur og börn í veikri stöðu. Það er eitt, að það séu bara skepnur hann úti. Annað er það hvernig við bregðumst við. Því að stundum er það þannig að eins og þessi láti eins og það sé ekki og það þurfi engin hann er líklega mesta vá sem að stafaði að þessum hópi en í sjálfu sér lítið gert En akkurat þarna tala skepnur. Hverjir er að kaupa vændi? Þetta eru yfirleitt heimilisfeður og það er rannsóknar að sýnt það á Íslandi. Þetta eru heimilisfeður að leið til og frá vinnu. Þetta eru bara menn sem að en ég tók þetta í að þú varst að tala flóttafólk. Já, algjörlega. En svo eru þetta þessi sem að er að stýra þessari skipulegu brotastarfsemi og þetta með Epstein er þetta skipulegu brotastarfsemi að þeir sem að stýra svona brotastarfsemi, þeir sem hagnast á hvort sem að það er félagslegur auður eða peningar eða hvað það eru þeir sem auðvitað er að sækja þolendur og hafa auðvitað einhverja milliliði þarna sem að fara á staðinn og sækja, ég meina eins og í Epstein-málinu þessar rússnesku stúlkur annað sem mögulega töluðu jafnvel ekki ensku, þú veist, í hvaða viðkvæmu stöðu voru þær þegar þær eru komin til Bandaríkjanna að það eru að mitt og svo eru akkurat, og ég held að kannski stóra málið í þessu öllu saman er að það vill engi kannast við það að einhver sem manni kannski líkaði vel við gerist brotlegur á þennan hátt að leiki sér að því að í frítíma sínum bara að fara ykkur partí hjá Epstein og brjóta á ykkurum börnum. En það er akkurat þetta að í þessu valdi sem að fólk upplifur og það getur verið valda mikið fólk og það getur líka bara verið einhver sem er aðeins valda meiri heldur en sá sem hann er að brjóta á. Að hvað drífur fólk áfram í að gera þessa hluti? Það sem ég var að spyrja var svona kannski eins og var í öryggisstefnu að við erum að hafa eitthvað til þess að gæta öryggi borgaranna og hvort það sé skipulaðar varnir fyrir það að til dæmis flóttakonur og flóttabörn sé ekki misnotkuð. Af því að maður heyrir ekki svo mikið af því þess að ég var að spyrja. Jú, ÖSI og ODR, það er mjög mikið starf þar hjá þeim að fylgjast með öllum þessum viðkvæmum svæðum og einmitt trafikkin á netinu og hvað er verið að tala um og annað og hvað er hættan og eins líka eins og bara á Íslandi við höfum farið í þjálfun út af einmitt Úkraínu við sem vinnum við mansal að út af því að þegar það kom upp svona sérstaklega viðkvæm svæði þá er viðbragð. Það kannski fer ekkert hátt í samfélaginu en þetta er sem betur fer mjög öflugt starf sem er unnið en á sama tíma þá er það mikið eftirspurn eftir vændi og að það dugur ekki til. Þannig að við þurfum að reyna að sjá til þess að það verði nánast engin eftirspurn, það sé ekki fólk í samfélaginu, það er að segja yfir meiri hluta kallmenn, eiginlega bara kallmenn, sem að finnist hafa rétt á að nýta líkama annara. Og hvernig ætlum við að breyta því? Það er bara, það er akkurat málið. Þegar ég segi þetta krassir í það sem er valdan hlutvöldinu og ójöfn, þá þurftur við líka að byrja á því að koma jafnrétti og jöfnuð í samfélaginu. Já, og líka bara breyta þessu kerfi sem við erum með, sem er þetta svona æðsta hænukerfi. Þannig við erum með hýrarkíu, þú ert með svona mikið vald, þú ert með svona mikið vald, þú ert með svona mikið vald. Jú, en ef hýrarkían er í samfélaginu, já. Að þú ætlar að kenna þeim sem eru efstur í hýrakínu að þeir sé ekki í hýrakíu. Nei, ég ætla að taka burtu hýrakíuna. Það er því að segja, þú verður bara að búa til jöfnuð og jafnrétti. Já, sem að er það sem að svona feministar kenningar ganga út á, að við séum í samvinnu en við séum ekki í þessari hýrakíu. Meðan ójöfnuðurinn er að þá verður til valda ójafnvægið og þá verður til ofbeldi byggt á valdi mínu yfir þér. Já, sem að þú hefur ekki. En
En það svona þessi tilfinning sem að mér finnst vera að fæðast í gegnum alla þessi umræði, ég mun náttúrulega alveg örugglega ekki lesa í gegnum öll þessi skjöl, en í gegnum umræðina sem ég heyri, það þessi tilfinning, það þetta system sem er ógeðslegt. Það þú veist, auðvitað eru ógeðslegir gæjar innanum, en þeir eru afsprengi þessa systems. Þeir hafa val hvað þeir hafa gert, að sjálfsögðu. Epstein afkvæmi ógeðslegt kerfi sem við höfum. Já, og eftirspurnar, eins og þú segir. Hann var sjálfur að ná í einstaklinga fyrir sjálfan sig til að misnota og nauðga, en hann var líka að sjá öðru fólki fyrir, það var annað fólk sem var komið til hans og kannski þá, eins og þú varst kannski að lýsa með heimilsfeðuna eða herra venjulegan, sem var mennirnir sem að nauðguðu Giselle Pirot, Fraklandi, þar sem að maðurinn hennar gaf henni Pelikó, já. Maðurinn hennar gaf henni Ólivian og hún var svoandi og það var bara bakarinn og smeðurinn í þorpunni sem að koma og nauðguðu henni og þetta voru bara venjuleg menn og það er þetta sem að þú ert kannski svolítið að tala að þetta bara einhver heimilisfæður sem er bara leiðin frá vinnu, þetta minn réttur og ekki hugsa neitt hvaðan kemur þessi einstaklingur sem að ég að nýta hérna. Þannig að það sem ekkert sérstakt við Epstein, nema að hann bara á allur stað í samfélaginu heldur en var í þessu þorpi. Þetta sama meinið, en hann bara upp í æðstu hæðum með konungsbóruð fólk og Nóbelsverðlauna hafa og auðkýfinga og valdamesta fólk úr stjórnmálunum og allir koma og nauðga konunni. Sama meinið, en þeir eru náttúrulega báðir algjör krýp og gísleir. En við erum með, það kerfið sem á bakvið. Ég held að vandamáli sé að það svo ennþá og við sjáum einmitt eins og þú nefnir réttilega alls konar baráttur sem verða eins og MeToo og annað. Það sem svona yfirborðsgerð samfélagsins, hún hreyfist og það verða einhverja breytingar, það verða lagabreytingar jafnvel og það verða viðhorfsbreytingar. En svo önnur, það grunngerð samfélagsins, hún breytist miklu hægar. Og þar erum við ennþá að takast á við þessa hugmyndafræði að karlar eigi rétt á kynlífi hvenær sem að þeim langar til þess að fá útrás fyrir slíkt. Og það eigi alltaf að vera til konur eða einhverjir einstaklingar sem eiga að mæta þessum, þörfum þeirra og þetta auðvitað líka afsprengja klám- og kynlífsfæðingu og svo þarna hópar og við heyrum oft líka að menn tala það þeir fara jafnvel til Asíulanda og þeir eru að stæra sig á því að þeir hafi leikt konu jafnvel heila viku vegna þess að þeir voru að gera henni svo gott þeir voru að halda henni uppi og annað og kallmenn eru ofta að þeir sem stunda þetta og alls ekki allir karlmenn, ég vil taka það fram en nógu margir til þess að þetta bara mjög ábyrjandi í hennum svo kallaða þriðja heimi já, að þú bara getur flogið á þriðja heimin og það bara 15 af flugvélinni svona kallar akkurat, og það akkurat þetta þú veist að þegar þú segir þér að þú sérst að gera einhverjum greiða í staðin fyrir að þú myndir bara hreinlega allir þessi kallmenn sem færa nút væri að fara með mat og vistir fyrir fátækt fólki viðkvæmri stöðu að þarna eru einstaklingar sem eru einhvern veginn að segja sér að ég svo góður vegna þess að ég ætla að fara, ég ætla ekki endilega að misnota þessa mannesku þannig að hún sé ekki upp í standandi eftir en ég að selja sjálfum mér þá hugmynd að ég sé að gera þetta í einhverjum gjöfum í tilgangi þú veist, hversu oft hefur maður heyrt þessa sögu að en svo þegar á botninu kvöld þá snýst þetta allt vald og hafa einmitt vald yfir annarri mannesku því að við vitum það alveg við sem vinnum við þetta, það eru kannski settar einhver ákveðnar reglur, þú ert að kaupa einhver ákveðna þjónustu en svo þú ert komin orðin ein með þessum aðila þá hefur þú kannski ekkert það að segja hvað gerist og auðvitað náttúrulega líka þessi geðjun sem að fyrir gang að þolandinn, hann náttúrulega að sína ákveðna geðjun bæði vegna þess að annarkvort hann með sagt að hann verða þína ákveði mikið og þá best að gera það eins hratt og ég mögulega ekki til þess að ég geti svo kannski verið búin einhver tíman eða þá að þér refsaðu eitthvað grimmilegan hátt ef að þú sýnir ekki geðjunina og svo telja ákveðnar einstaklingar það að þetta sé, þú veist, einhver sem hafi gaman að þessu eins og einhver hafi gaman að því að afsala sér sjálfsákvörðunar rétt sínum og líkama til einhverju random mannesku sem bara næsti sem bankar á hurðinni hjá þér
Og það akkurat þetta sem er svo áhugavert að hvernig við getum sagt okkur ef að þetta eitthvað sem við myndum aldrei vilja, þú veist, bara ég spyr ykkur myndi ykkur langa til þess að þið væri bara lokarinn í herbergi og það væri bara vistir fyrir vikuna þannig inni, þú þarft ekki að fara út í búða en eitt og svo bara eitthvað símaver sem að afgreiða einstaklinga inn og þú veist aldrei, þú opnar hurðina hver þarna hinum en hvað að fara að gerast, en það minnst svo ótrúlega áhugavert að ímynda mér að það sé einhver sem hugsa að þetta sé eitthvað norm, að þetta sé eitthvað líf eða þá að einhver hugsi að það til einmitt einhver elita sem að á að vera að allir eigi að þjóna og svo sé einhver annars flokkur af fólki sem svona disposal sem að eigi bara vera svona eins og til þess að bara í rauninni hirða upp rusli eftir þig og þar með akkurat að vera til taks í þessum tilgangi. Það nú út allan heim í öllum tilfellum litið á bara sumir eru bara til að þjóna öðrum og eru eiginlega annars flokks fólk þarf ekki að hafa sömu réttind og við sem erum svífum yfir. Æmitt og það eins og auður að segja sko, þú veist að það þessi sko ég bara einmitt, það gömulega, ég trúi því ekki að þú veist að stigveldi nokkuð tímann getur tekið af en það stigveldi verði ekki þannig að við megum níðast á þeim sem eru þú veist neðar í þú veist að einstaklingar sem að þú veist hafa læri laun eru þú veist frá svæðum sem hafa farið tækifæra við megum ekki einhvern veginn vera að sækja þangað inn til þess að ná hreinlega í einstaklinga til þess að misnota. Þrautin sem ég lagði fram ef að stígveldi býr til ofbeldið, getum við losnað við ofbeldið án þess að losnað við stígveldið, getum við kennt fólki sem inn í stígveldi sem að einn bara getur gert hvað sem ræður öllu og eru óbærilega bara yfirgengileg völd að hann verði, að við getum einhvern veginn kennt honum að hann verði góður. Auðvitað verðum við að trúa því en ég held að við séum bara svo langt eftir en ég segi stundum ef allir væri 10% betri í samskiptum þá held ég heimurinn lita aðeins öðruvísi út það þyrfti ekki nema 10% en ég held bara að það þarf að auðvitað kenna bara, þú veist, og þeir sem að kenna, þeir þurfa að hafa skilning á þeir líka. Ég hlustaði á viðtalið sem komu út í þessum skjölum sem að Steve Bannon tók við Epstein, því ég hef aldrei séð svona viðtal við hann og mér langaði bara að vita hvort að maður fengi einhverja tilfinningur við hvað svona maður þetta væri. Því að tala svona réttlætingarnar, hann með eina réttlætingu í viðtalinu. Ég hvet fólk til að hlusta á þetta því að þetta bara eiginlega merkilegt hvað þessi maður hafi getað spilað með svona marga. Því að þetta virkar á mig sem algjörlega fóni maður sem að reyna að endurvarpa einhverju sem hann heyrði og hann ekki með nokkra heila hugsun sko. Hann reyna bara að láta líta sig út fyrir að vera gáfaður og klár og allt þetta. En hann segir meðal annars þegar hann spurður út í hvort hann sé djöfullinn að þá segir hann að ég gaf peninga til þess að vinna gegn taugaveiki, bólusetja við taugaveiki í Indlandi. Ef þú myndir spyrja mæður barnanna hvort að þau vilja að fá peningin frá mér, þá myndir allar segja já. Af því að þetta svona dæmi svona réttlætingu úr hýrakínu, það sem hann getur gefið eitthvað. Þá til aðgöngum til þess að gera hvað sem En þarna var hann líka komin í, þetta voru nokkuð stig hjá honum, en þarna var hann komin í orðspórsþvottinn og og inn í filanþrópi heiminn þarna seinni stigum en hann var hrappur allar tíð sko, hann fær vinnu á falska ferilskrá sagðist að það fengi verið með próf og 2 skólum í Kaliforníu sem kom seinna í ljós að það ekki fekk þannig vinnu í banka þegar það komst upp þá hafði hann á það góðum sambandi við æðstu yfirmenn þess banka að þeir ráka hann ekki alveg strax. Svo sortir hann það þegar hann að horfa á svona sinn feril, hann sortir að kalla hana í það hvort að þeir séu þannig að hann gæti náð þeim og náð peningum af þeim og skilja þá eftir eða hverju hann þyrfti á að halda til þess að byggja sitt tengslanet til framtíðar. Og þannig efnast hann, þannig kemst hann í sambönd og svo eykst þetta og svona spinnur utan að sér. Síðan kynnist hann Ghislaine Maxwell sem mjög vel tengd inn í breska samfélagið og síðan yfir í New York líka og hún hjálpar honum að ná enda frekari tengslum og þá verður þessi orðspórsþvottur til
og hann byrjaði reynda snemma, hann var komin í stjórn listunafélags New York borgar með Andy Warhol þegar hann var frekar ungur og svo nærði hann þessi sambönd til þess að komast í þá stöðu sem hann komst. Og verslar með þessi sambönd? Alveg miskunnarlaust. Hann býður þér að hitta hana og svo þannig þetta er ótrúlega flókið net það sem hefur verið að versla hérna fólk sem eru óendanlega þrá á að tilheyra einhverju elítu, að það sé eitthvað innra herbergi sem að ég gæti mögulega fengið aðgangað og ég er bara til í að gera hvað sem til að komast þannig inn. Það virðist vera að fólk hafi verið til í hvað sem og alls konar kallar. Það er svona hvaða nöfn eru það sem koma einna mest og óvart í þessari afhjúpunni og Noam Chomsky ferðast í einkaþotum og reyna að fá ráð hjá Epstein það hvernig hann eigi að borga hvernig hann eigi að koma peningum til barna sinna eða seinni konan að reyna að fá einhver fjölskyldur og skrifar varnaræðu fyrir hann eftir hann er dæmdur. Nei, algjörlega og þannig að þetta kemur óvart. Jagland sem formaður Nóbelsnefndarinnar og svona getur maður tekið einn af öðrum hvers konar net þetta var. En það er kannski tvennt sem ég langaði aðeins að nefna. Það er, við værum ekki að tala þetta nema fyrir hugrekki fórnarlampana sem stigu fram. Og sum eru fallin út af viðbröðunum. Nákvæmlega út af því hversu þungbært það var að búið við þessum upplýsingum, reyna að sækja réttlæti í áratugi og náði ekki fram. Þannig að Virginia Giuffre, hún deyr áður en að þetta er að koma fram núna. Andrés er ennþá prins þegar hún deyr. Og þannig að í því tilviki og svo eru fjölmörg önnur fórnarlömb sem hafa stigið fram og komið fram að miklum kjarki til þess að segja sögur um það sem það kom fram. Þannig að það er kannski þessi þáttur, það er semst kjarkur fórnarlambana sem að gera það að verkum að við getum yfir höfuð verið að tala þetta. Og síðan er það nauðsyn þess að hafa sterk og öfluga fjölmiðla sem geta handera þessar upplýsingar. Og þar erum við á háskaslóð, ekki bara hér á landi, heldur allstaðar í heiminum, það að fjölmiðla séu nægilega burðugir til þess að ráða við þetta upplýsingaflóð sem er í gangi og svo ofan á það hvað það er erfitt í sjálfu sér, þá hafa ýmsir haga því að dreifa rangu upplýsingum á þessum tímapunkti. Það eru fullt af fölsuðum myndum í gangi, það er fullt af nöfnum sem að ekki eru í skjölunum sem er byrjað að... Þetta er líka á dómskerfi sem ræður við þetta, sko. Það virðist ekki verið í Bandaríkjunum. Nei, ekki hér heldur. Dómskerfum allan heim ráða ekki við kynferðisofbeldi, bara engan veginn. Og það er bara algjörlega sér umræða, það er eitthvað sem við verðum að fá. Það er einhvers konar samfélagssáttmáli sem að getur díla við kynferðisbrot. Og málið sem hefur verið að rannsaka núna eins og Mendelssohn er ekki, það er sölu á hernaðarupplýsingum eða hvað það heitir. Lang er skattamál, þannig að þetta er yfirleitt það er engin mál í gangi kynferðisofbeldi, held ég. Ef ég væri á blaðamannafundi, þá myndi ég spyrja þig. Eru dæmi þess að gerandi hafi komið til ykkar? Fullur eftir sjá og brotin sál fyrir hafa? Já, út af vændi? Eða út af brotin? Eða fara með kynferðisbrot? Náttúrulega í Bjarkarhlíð þá leita flesti til okkar út á ofbeldinánum samböndum og það hafa alveg komið upp dæmi að gerendur hafi hringt og hafi fengið áfall yfir því að það hafi verið einhver sem hafi sagt viðkomandi að hann hafi farið yfir mörk. Þannig að það er sem betur fer einstaklingar sem eru tilbúin að taka ábyrgð og það eru þetta frábær úrræði í boði á Íslandi fyrir gerendur kynferðisbrota er taktu skrefið og fyrir gerendur heimilisofbeldis er heimilisfriður. En svo er þarna stór hópur úti sem að lítur, er bara þar í sínu stigveldi, eða bara segja sínu eigin stigveldi og það er einmitt ofbeldi innan sambandum og mikið af kynferðisbrotum eru þannig að það er einhver sem telur sig hafa rétt á því að stýra stjórna öðrum
Og að því sögðu þá eru bara í allavega helmingstilvika þá kynferðisbrot í ofbeldi í nánum samböndum. Út af því að þetta þannig valdastruktúr að gerandinn hann byrjar nú yfirleitt ekki að bera verðingu fyrir makanum sínum við svefnherbergisdyrnar, heldur þessi krafa mitt og það akkurat þessi krafa það hafa alltaf aðgang að kynlífi. Annarkvort að kaupa það eða þá að makiðinn hann eigi alveg sama hvernig honum líður eða hvernig hann stendur og hvort hann sé bara finnst þú æði þessa stundina að hann eigi bara einhvern veginn alltaf að vera tilbúin til þess að veita þetta kynlíf. Og það þessi hugsunarvilla sem alltaf í gangi hjá þessum hópi. Og nú vil ég alls ekki alhæfa yfir alla kallmenn vegna þess að þetta fullt af bara mjög eðlilegum og frábærum einstaklingum sem að þykkyni. En það þessi hópur og eins og þarna gerist í svona einhver umhverfi og þetta ekkert eina umhverfi sjáðu líka bara með Hugh Hefner og þessar Playboy-kanínur að bara þú veist að hvað í kringum það að þú veist og það hafa komið fram stúlkur sem hafa sagt að þú veist þær voru látnar að gera hluti sem það vildi ekki gera. Þannig þetta ekkert eina máli þar sem þú veist kallmenn sem hafa svipað þangagang að safna saman á ákveðnu stöðum til þess einmitt að að geta þú veist aðtapna sig á þennan hátt. Eitt sem hefur verið rætt í Epstein-skjölunum þetta sé svo stórt og svifa mikið að hann hljóti að vera að starfa fyrir annarkot rússnesku leyniþjónustuna eða Mossad. Hvað segir við því? Ég las bara umfjöllun það sem að New York Times blaðamenn og hópur af blaðamennum fóru og reyndu að finna þetta út. Þetta fyrir þessa nýjustu afhjúpun alla og þau fundu ekki trendið. Þess vegna erum við með forsætisráðherra Póllands sem að segir að vinnubrögðin og það hvernig tengslin eru við rússneska aðila sem útvega stúlkurnar að það hafi sé með fingraför rússnesku leyniþjónustunnar. Svo sjáum við þessi tengsl niður til Miðausturlandana og til Ísraels. Þú ert með fyrrverandi forsætisráðherra Ísraels alveg djúpt inn í þessu öllu saman, Ehud Barak. Svo ertu með norsku tengslin, það sem að þú ert með sendiherra hjón sem að unnu mjög mikið niður í Miðausturlöndum og tímum þegar það verið að koma á Oslo-samkomulaginu. Þannig að það eru alls konar mynstur. Það hefur enginn getað fullyrt alveg að hann sé einhvers konar agent en hann með alls konar tengsl sem að slíka stofnanir hafa væntanlega geta líka fært til netið og unni með á einhverjum tímabilum í þessu máli af því að þarna og aðferðir Epstein við það að hafa upplýsingar sem koma sér illa fyrir þá sem að ég meina hann kúar þá sem að voru með honum í þessum boðum sem sama aðferð og leyniþjónustuna nota til þess að ná yfir áðum yfir ykkurum sem að þeir hafa gagnaði að fá upplýsingar frá. Þetta aðferðir sem eru í þeirra verkfæra kistu. Þeirra anda. En það verður engin náð algjörlega en það er líka því við höfum ekki fulla mynd. Herðu, en Ísland voða lítið í þessum skjölum? Já, Dorrit, en hún ekki grunuð barnaníð? Nei, alls ekki. Og þú, Kári Stefánsson var þarna því að hann var að hugsa að kaupa þarna þegar Dekót var að fara á hausinn á sínum tíma. Í hvaða skipti? Á sínum tíma, ég man ekki alveg hvað. En Ólafur Elíasson var nefndur af því að hann var að hugsa að kaupa verk en hann fannst það ekkert merkileg. Og þannig það koma svona, þið kannist þessar fréttir og það dregið svona upp að ykkur hafi verið í Epstein-skjölunum eins og það sé sjálfkrafa. Þarna vil ég líka bara, þarna skiptir miklu máli að fjölmiðlar hægvísir. Já, það sé fjallað það sem raunverulega skiptir máli. Það að nöfn Kára Stefánssonar eða Ólafs Elíassonar séu þarna í ykkurum vísa til í ykkurum tölvupóstum þarna á milli, það verðskuldar ekki frétt á íslenskum miðli að þeir séu í skjölunum. Það getur alveg verið kúriósum að Deepak Chopra hafi verið að segja frá því hverju voru á leiðinni eitthvað samsæti eitthvað staðar í Aspen en það hefur ekki virði fyrir það sem að þetta snýst raunverulega Þannig að
mér fannst Kári alveg rétt á því að vera heilagt reiður yfir því að fyrirsögn birtist með þessum hætti. Mér bara alveg sama, þú veist, þetta mál bara miklu stærra heldur en hann, en þú nefnir Tupac Shakur. Það kannski sorglega við að fréttirnar eru það hann sé í þau, að það verður eiginlega að vera, það er sem út að meina, það verður að vera eða púðri, þetta er eiginlega afvegaleiðing. Já, það er rétt. Og stóra upplýsingafhjúpunin líka vegna þess hvernig dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna að birta gögnin, það líka verið að afvegaleiða frá því að hugsanlega sé Bandaríkjaforseti, það sé margt miklu alvarlegra. Það verið að bíða eftir til dæmis gögnum sem fólk telur sig vita að þetta vera þarna. Og Bandaríkjaforseti hefur verið dæmdur áður en að varð forseti fyrir að ljúga til að greiða konu fyrir það að segja ósatt kynlíf sem hann átti með henni. Það líka Playboy kanina sem að fyrir ekki að ég noti svo óviðhandi orð, en kona sem var forsýðstúlka hjá Hugh Hefner, að hún hefur líka kært forsetann fyrir samræði og misnotkun. Þannig að þetta engin tilviljun, en á sama skapi þá er hreyfingin sem að styður Bandaríkjaforseta sú sem að hélt fram að það væri verið að þakka niður barnaníðshring í efstu lögum bandarísks samfélags. En kannski áttaði sig ekki alveg á því að hann var kannski þarna. En þú nefndir hérna Tupac Shakur, Richard Branson og fleiri sem að eiga í e-mailsamskiptum. Það kemur ekki fram að þeir hafi brotið af sér, en þeir eiga í e-mailsamskiptum við dæmdan barnaníðing og viðhorfið sem að þeir sýna gagnvart konum og ungum stúlkum svakalegt. Sérstaklega í ljósi þess að þeir vita vel við hvernig að tala, eins og Richard Branson sem segir þó að þú hafir verið að sofa hjá 17,5 árs gamalli stúlku þá ert þú ekki barnaníðingur. Í fyrsta lagi voru þær 14 ára og eldri og í öðru lagi þá er þetta fáránlegt að vera að reyna að réttlæta hegðun dæmis barnaníðings. Þannig heldur við komur akkurat að bara kjarna málsins að þú veist svona baráttur þær byrja og enda með því að karlmenn komi til borð með kvennahreyfingum og jafnréttishreyfingum og bara hreyfingum sem að vinna gegn kynbundnu ofbeldi vegna þess að leið og karlmenn hætta að samþykkja þessa hegðun hjá öðrum karlmennum og hætta að líta á þetta sem leik eða eitthvað sem saklaust eða eitthvað slíkt. Að leið og þeir fara að segja þetta bara ekki lægi, betur hvað varst þú gamall og þú veist og þannig þú veist með þennan aldursmun að þú veist að þessi aldursmun væri kannski lægi ef þetta var jafnaldrar en ekki þegar þetta eitthvað sem kannski helmingi eldri en þú eða eldri. Þannig ég held að þetta sé akkurat málið að þú veist að í öllu þessu og í öllu þessu ef við eigum að taka niður ofbeldis stigveldis píramídan þá byrjar það með því að bara venjulegi karlmenn fá nóg af þessari hegðun annara karlmanna og þeir stíga á vagnin og og vegna þess að við vitum það að þessir gerendur í heimilisofbeldismálum og kynferðisbrotamálum þeir ekkert að hlusta á mig og auði þeim bara alveg sama hvað við erum að segja en leið og aðri karlmenn myndu bara svona call them out, bara byrju hvað áttu við þú veist hvað ert að meina eða svona að stoppa við þetta þá væri vegna þess að það eru þeir sem eru á sama stað í stigveldispíramídanum því ofbeldismönnum finnast konur ekkert vera á sama stað og þeir í þessum píramída og þess vegna eru þær alltaf undirskipaðar og umræðan sem þær eru að reyna að skapa verður þá einhver undirskipuð umræða sem snertir þá ekki neitt. Þetta máttu heyra því á Chomsky og Branson og Steve Bannon í viðtalinu að það svona, hann svo helviti klár, hann Epstein og vel tengdur og einn bara besti fjármála spekulant í heimi og hann reyndar barnaníðingur en ég meina það við getum ekki verið að láta það skíkja á allt sem hann Þetta svona viðhorf hjá mjög ólíkum mönnum sko, Steve Bannon og Chomsky, þetta eiginlega vonlust að sitja það í sömu setningu sko. Já, enda sagði Epstein að það væri eins og að hafa Hitler og Gandhi að borða saman pilsu. Þá tvo saman, Chomsky og það fyndið að sitja það í samherbyggi. Honum fannst það fyndið, en þarna ertu líka með
að því við horfum líka á pólitíkina í þessu og þú nefnir Steve Bannon sem hönnuður þessara hreyfingar sem núna að við völd í Bandaríkjunum að komast til valda í mörgum Evrópuríkjum og aktíft að beita sér fyrir því að það sem að það byggir nákvæmlega. Fyrst sem orðar það að þessi hreyfing í Bandaríkjunum eigi að ná völdum í Evrópu. Og að greiða og að vinna því og að borga fyrir það og að safna peningu fyrir það, í bandalagi við hverskins öfl sem að geta hjálpað honum í því, þannig að það eru sameiginlegir hagsmunir makarhreyfingarinnar og Rússa að öfgahægri öfl komist til valda í Evrópu og brjóti niður Evrópusambandið og það sem að en svo pólitíska hugmyndafræði byggir nákvæmlega á þessum stigveldispíramída sem hér verið að tala þar sem að kallinn aðri konunni, hvítur öðrum hörlslitum og það í raun það sem drífur þá hreyfingu áfram. Það nákvæmlega þetta og þess vegna geti kallar í þessum flokkum komist upp með hvað sem það alveg sama þó þessi drullusokkar að því þeir eru efstir. Þannig að þetta svona áhrifin á pólitíkina þó við höfum haft MeToo-byltinguna, við höfum séð inn í þennan heim sem að byrtast okkur þá samt sem áður pólitíkina þróast í það að það sé sterki kall sem eigi að vera leiðtogi í stjórnmálum og það sé bara léttast að fylgja honum frekar en að hafa eitthvað flókið kerfi þar sem að aðra raddir eru mikilvægar. Og við höfum mikið hlust á Jenny eins og hún var að segja. Algjörlega, þannig kemur líka bara akkurat stöðin í dag að síðan að MeToo fór á stað að það kom fólk var fyrir ákveðnu áfalli og svo ná þessir einstaklingar á þessum stigveldispíramídanum aftur undir sér fótunum og við sjáum mjög mikið bakslag núna í hatursorðræði gagnvart konum að að konur séu meiri gerendur jafnvel heldur en kallar og annað og að það verður afvegaleiða umræðina og ég ekkert að segja það eru fullt af konum sem eru gerendur líka að og eins og Bjarkarli fyrir all kyn 18 ára eldri þannig að það allir velkomin til okkar en samt kynbundið ofbeldi og þetta ofbeldi sem við erum að ræða hér ofbeldi sem karlar eru yfir höfuð að beita konur og börn og það þessi vá sem að alltaf hangandi yfir og þetta bara búið að vera bara síðan að ég veit ekki hvenar að það alltaf þetta valda ójafnvægi út af þessum stigveldispíramída og þess vegna eina leiðin að ef það er ekki búið að þurrka út á 2000 og eitthvað árum þá út af því að það vantar helming mannkyns til þess að stíga inn í þessa baráttu til þess einhvern veginn að þeir sem eru á sama stað í stigveldispíramídanum að þeir fara að skipta sér af og þá fyrst held ég að það verði einhverja raunverulega breytingar þegar þeir fá nóg. Bara ef við horfum á Ísland, við erum með miðflokkinn, má ekki segja flokka við erum með miðflokkinn, það eru 3 þingmenn sem voru á Klaustursbarnum í Klaustursmálinu. Það engar afleiðingar á því að tala svona ógeðslega konur. Þeir sitja bara þarna ægilega kátir og fá fullt af atkvæðum. Þeir voru reynir reknir úr flokki fólksins nokkrir. Einhverjir. Inga Sæland Ragnarður. Já. Karl Gauta, hann núna þingmaður, ekki? Já. Þessi flokkur ægilega mikil þjóðernisflokkur áfram Ísland og allt þetta sem þú segir, öfgahægri. Svo þegar Trump allar mögulega kannski að koma og taka yfir Ísland, nei, þá það allt í lagi. Þá skulum við chilla þá erum við ekki þjóðernisflokkur. Þá vilja þeir fá makaleiðið hingað. En tengsli við Ísland, maður hugsa svona dæmi þetta því að það ekki gerandi en þá komið fram, en það einn þolandanna mertur sem að búi í Reykjavík, eða hafi búi í Reykjavík, eða sé frá Reykjavík, kemur fram á einhverju listaðar. En það eru svona mál sem ekkert svo ólík þessu, sem að ég veit ekki hvort einhver manna lengur muni getur snekkjunni, T-Viking. Það var akkurat svona mál. Það sem að verið að bera undir ykkur að kalla vendiskonur í Flórída eða ekki. Þannig var fjallaði málið allavega. Var þetta fyrir hrun? Þetta var upphafi Baugsmálsins. Þetta verður aldrei komið fullkomlega til
Það var mikið fjallað þetta. Já, mikið fjallað og það var að sumuleyti svona það sem eina sem ég man eftir í íslensku svona umfjöllun sem í svona, ég ekki að segja þessi líkingu við Epstein út af stærðinni, heldur hafi verið svona það sama svona tengsla, verslunar, kynlífs þvæla ykkur sko. Það er bara komið svo langt síðan að maður mann þetta ekki og ég var ekki aktífur í blaðamennsku akkurat á þeim tíma sko, en jú, mann rámar í þetta þegar nefnilega, það voru þarna haldin partí í Florida, það sem að átt að ganga frá viðskiptasamningum innan eitthvað svona Þetta ekkert hvorki gömul sagan ný að þetta konur ganga svona þær eru afþreying fyrir ákveðna einstaklinga og eru nánast eins og desertir þú veist að virðingin svo lítil fyrir þessum konum að sem að eru í viðkvæmri stöðu og með ekki gleyma því að þú veist að mikið af þessum konum í þessari viðkvæmri stöðu eru annarkvort einmitt með mjög mikla áfallasögu eða koma frá þú veist bara erfiðum aðstæðum eða þetta skipuleg glæpastarfsemi og og það verið að nýta sér neyð þessar einstaklinga í hvert einasta skipti sem þetta þú veist, ykkur tekur þátt í þessu og og ég held að það skiptir bara engum máli hversu mikið við tölum þetta, þú veist að ef það ykkur sem hefur bara þá afstöðu að honum finnst hann megi þetta, þá heldur hann áfram og hann fær bara nóg samþykki sko. Hann fær nóg samþykki. Það nóg stór hópur þarna sem að þannig að þú ferð ekkert út úr samfélaginu með þessi viðhorf. Þú finnur bara þinn hóp, þinn flokk. Já. Og það líka eins og með franska málið að að þessi ofurheti, þessi kona sem steig fram og opnaði og gerði þetta mikla breytingar í Frakklandi, þú veist að þau eru endurskoða alla löggjöfan að þar. Þú veist, það má finna svona mál allstaðar. Því miður. Að það kannski ekki jafnmargir þú veist, gerendur eða hvað sem að því miður að þú veist, þetta kemur mann ekkert óvart og svona mál alveg hér á landi líka og ég held að við þurfum að fara að vakna af þessum dvala það að einmitt að gerendur að við, þú veist, ég held að mýtan sé oft þannig að fólk mun telja sig einhvern veginn geta þekkt gerendur út að ef ég væri ykkur rými þá myndi ég bara sjá það hverju væri gerendur inni og ég myndi bara einhvern veginn ekki kommunikata við hann eða eitthvað svoleiðis. En út af því að gerendur hafa þessa yfirbyrðstöðu að vera oft einmitt mjög færir í samskiptum, mjög heillandi, þeir læra það mjög fljótt og einmitt ná mjög góðum eins og Epstein tengslum og byggja jafnvel upp gott tengslanet og það vill enginn trúa því að þessi einstaklingur sé vondur eitthvað hátt og þá fer þessi afneitun af stað og bara hoppa allir afneitunarvagnir. Við sjáum þetta bara með gerendur í kynferðismálum hér að kynferðisbrotamálum hér að þú veist ef þetta einhver í landsliðinu eða eitthvað slíkt að þú veist að þá má alls ekki varpa skugga á það frábæra starf sem að landsliðið að gera þú veist fyrir Ísland og þá einhvern veginn eru þolendur alltaf einhvern veginn teknar á lífi fyrir það að hafa verið þolendur þessara einstaklinga. Það náttúrulega verið í þessum fórnarlömbin sem hafa stíðið fram að þau hafa fengið að finna fyrir því að þó sem þau fái stuðning einhvers staðar, þá þetta kannski öfugt sem ég var að vera að draga upp áðan, að sá sem með það viðhorf að hann megi bara taka sér konur, að hann getur alltaf fundið sér sitt svæði í samfélaginu, en þær stíga fram og fá stuðning svona hér og þar, ábyggilega mjög góðan stuðning, en þau fá yfir sig holskeflunar af andúðinni og hatrinu og tilraunum til þess að þakka sem að fólk bara stundum bara brotnar undan sko. Eðlilega. Það betur því að samfélagið okkar eitthvað meiri háttar skakt og vittlust ef að við getum ekki stutt fólk sem að kemur fram og að afhjúpa þetta sem við þykjumst öll halda núna að sé bara mjög nauðsynlegt fyrir okkur að ræða. Og það nú ekki margir áratuga síðan að akkurat konur í þessum stöðum hafa þurft að flýja land á Íslandi út af ásóknum. Það er bara núna. Ég meina, við tökum tölur bara frá stígamótum og það 95% geranda í kynferðisbrotamálum sem koma inn til stígamóta eru karlmenn. 18% mála
eru tilkynnt til lögreglu og 12% leiða til ákæru, 12% af þeim leiða til ákæru. Þú veist, þetta sýnir bara að það er ekkert hægt að gera, sko, opinbera systemið er ekkert að taka á þessum málum. Og með heimilisofbeldismálum þá er þetta svipað, ég er ekki með nákvæmlega tölur, en út af því að ef þú átt barn eða börn með geranda þínum, þá segir sýslumaður að þú þurfa að vera í foreldrasamstarfi og hvernig ætlar þú að kæra einhvern og fara svo bara að ringja hvernig er helgin, þú veist, að þú veist, er reggalinn hjá þér. Þetta er náttúrulega bara svo galið að setja þolendur í þessa stöðu að það er ekkert verið að hugsa bara hvað gerist þegar þú ferð úr þessu ofbeldissambandi. Það tekur líka bara, þú veist, áreynslu alla tauga líkamsins að reyna að komast út úr ofbeldissambandinu og ýmislegt oft búið að gerast og þú hefur mögulega á því, þú veist, oft mögulega á því að kæra ef þú átt ekki barn eða börn með honum, sum mál eru auðvitað sjálfkærð. En svo koma þessir hinir sem að hugsa, svo þarf ég að fara í gegnum sáttameðferð sýslumanns og ég þarf að semja við þennan einstakling sem ég aldrei geta samum nokkuð skapaðan hlut við framtíð okkar í samskiptum og framtíð barna okkar. Þú veist, það er algjörlega búið að skella loku fyrir það að þetta fólk, þú veist, þessi þolendur fái, þú veist, réttlæti. En auk þess sem að opinbera systemi ræður ekki við þetta, þá getur hins vegar dómskerfið alveg til í að taka alls konar mál þar sem er farið í meiðyrðamál við þolendur eða þá sem hafa stutt þolendur. Það er alveg bara gjörsamvel, ekkert mál. Þannig að þú veist, staða þolenda koma opinberlega fram, þú veist, það þýðir ekkert. Krakkar, við erum komin fram yfir tímann okkar. Þetta er búið að vera mjög fræðandi og gott að hlusta á ykkur. Það er Auður Anna, Kristján Gæi og Jenny Kristín Valbrek. Ég þakka ykkur fyrir komuna. Takk fyrir. Takk fyrir okkur. Og við bræður komum hér aftur eftir augnablik.
Já, þetta búið að vera löng og góð umræði hjá okkur, Sigrún. Já. Við erum búin að fara yfir með efnahagsmál og erfið mál. Og erfið mál börn og Epsteinskjölin og fórum aðeins til Grænlands, en við fórum ekki niður á þing, vorum ekkert að pæla í. Það var aðeins talað Kristrúnu. Fólk var svolítið hissa á viðtalinu í Silfursviðtalinu. Sástu það? Nei. Það sem hún var að tala að eina efnahagsaðgerðin væri að fara og draga úr vægi verðtryggingar. Já, ég sá það. En það hérna, efnahagsmálin eru náttúrulega reynist þessari ríkisstjórn, þau reynast einni erfið. Mér finnst það svona misvægi, ef við erum að ganga inn í einhverja kreppu, samdrátt, þá það bara þannig. Ég meina við erum búin að búa í kapítalísku samfélagi lengi og þetta fer bara svona. En það eins og að ég myndi halda stjórnvöld ætti að vera með eitthvað svona segja, þetta er staðan, við erum að horfa hérna, það eru þau kannast við þetta, herða sultarólarna var sagt ekki náttúrulega, eitthvað sem að stjórnvöld segja. Það er betra heldur en að vera með svona hálfgerð afneitun að bara alltaf andmæla því ástandi sé svona. Já, nú er verðbólgan komin í 5,2%, nei, raunverulega hún að lækka, þetta er bara tímabundin hækkun og einskiptishækkun og eitthvað svona. Og það er svona alltaf verið að andmæla ástandinu, sko. Ég finnst hérna líka, verðlagið hjá okkur er orðið þannig að við erum 2 heimili með hund og ef að til þess kona fyrir búðina og þá sem að, hvað var þetta? 8.000 eitthvað. Þetta er ótrúlega fjárhæð sem við erum að borga fyrir botfylli í bókan. Þetta er ekkert í bókan. Þetta er hérna, en svo var umræðin á það sem að því það er verið að tengja ellilaunin við launavísitöluna og það er ekki hægt annað en að kjörð eldra fólks þau taki breytingum eins og önnur því að annað í samfélaginu eins og verðlag og fleira gerir það en það er ekki hægt að láta einn hóp fólks bara verða út undan. Það var náttúrulega öryrkjar og eftirlauna fólk fekk skerðingu í hruninu þegar við ætlum að herða sultarólarnar og tóku á, síðan reis samfélagið upp aftur, en þau fengu aldrei leiðréttingu. Það er þeir sem höfðu verið að kaupa húsnæði, fengu stóru leiðréttinguna, 84 milljarða og alls konar fólk fengi leiðréttingu og hinn og þessu, en þetta fólk verið skilja eftir. Það sem eins og verið gagnrýnt við þessa aðferð er það að lífeyririnn skuli hækka í takt við laun, þó ekki þegar að laun hækka minna heldur en verðlaga því að það átt að taka tillit til verðlags og það er fyrst var skerðingin sem þarna og síðan verður misgengi vegna þess að lífeyririnn eltir verðlag á meðan að laun fara umfram verðlag það sem auki kaupmáttur launafólks sem hinn er skilin eftir. Og það hefur verið gagnrýnt. Ég sé ekki beint að þetta sé svona vandamál næstu 5, 6, 7 árin Nei. En þú veist til svona lengri tíma getur þú sagt að þetta hlýtur náttúrulega að leiða til þess að eftirlaun verði hærri en laun. Jú, en það er kannski eftir 100 ár óbreyttu. Þannig að ég var svolítið að kvarta yfir þessu áðan að við erum alltaf að tala efnahagsmál út frá okkur svona hugmyndastefnu hvort eitthvað sé bara yfir höfuð. Við erum að tala að fólk sem vinnur hjá ríkinu sé að sóa verðmætum en þeir sem vinna hjá einkageiranum sé að búa til verðmæti og þetta er nú úrelt Þetta er bara inn á þingi alla daga. Við vitum þetta er ekki svona. Jú, en samt okkur búið upp á svona umræða og þetta er eitthvað skautun í samfélaginu og kannski vilja sumir bara skautun og það sé ekkert samtal. En ég held að við erum pínlítið samfélag og ættum að geta ráði við að vera til þess að tala um verðbólgu svona, þannig við sem meira og minna sammála það, svona hvað eðlis þessi verðbólga sem er núna. Þetta verðbólga getur verið margskonar og það eru alls konar hvatar á bakvið hana og þetta er ekkert einfalt, ég er ekki að segja það.
En svo verðbólga sem við erum að glíma við núna á sér eitthvað svona sérstaklega þessar rætur. Já. Og mér finnst það ekki að vera svona samkomlag það til þess að við getum verið að tala aðgerðina við því. Þannig að menn sé ekki að nota krísuna til að koma í gegn einhverjum niðurskurði opinberri þjónustu sem er ekkert ástæða fyrir verðbólgunni, aukin opinberri þjónusta. Það ekki. Nei. En menn bara, og svo kom Kristrún með verðtrygginguna og ég nefndi dæmið af sem hefur nú yfirgengilegt við öllu þegar Sigmundur Davíð stóð á Arnarhóli og sagði að verðbólgan væri í hælisleitunum ekki hana. Það sem að allir vilja nota krísuna til að koma fram sínum óskalista fram. Já. Og þetta er ekki, ef þetta er húsfélag, þá er þetta ekki skemmtilega fundir, sko. Nei. Þetta er svolítið eins og danska konan sem að vildi koma á loftslagsaðgerðum. Já, hún var góð. Já, það var frábært fint. Já, breyta bílastæðinu. En það er verður kosið í næstu helgi í uppáhaldsflokknuðinum, hverju verður formaður? Það verður Framsókn. Ég held að það sé bara næstu helgi. Já. Og það ég heyrði eitthvað svona að því að það væri að vera að leita þriðja valkosti. Já. Ég veit ekki af hverju, kannski að það er svolítið hatrum baráttan strax. Já. Vera að klaga fram og tilbaka. Og það er búið að koma nafn Sifja Friðlisdóttur hefur nefnt. Það sem er svona dæmi sem að gerist að finna eitthvað svona utanakomandi til þess að skapa frið, til þess að finna framtíðarleiðtoga. Og Halla Hrund, hún hefur verið nefnd á kaffistofunni hér. Já, en ég líklega metur hún það þannig að hún hafi bara ekki séns. Hún er náttúrulega ekki svona framsóknar nýkomin í flokkinn. Nei. Og sumum finnst hún geti allt eins verið bara í Samfylkingunni eða Viðreisn eða hún er bara þannig stjórnmálamaður. Er engin karl sem kemur til greina? Ekki Willum var þarna. Já, Willum hætti. En hann er komin í svo fínt starf að nú er forseti ISI núna á launastarf. Var ekki áður þannig. Það var bara svona fekk ykkur umbun en ekki... Og fyrir þennan íþróttamann þá lítur það að vera gott að vera forseti í ISI. Ég held að það sé betra jobb heldur en að vera formaður Framsóknarflokksins. Það held ég líka. Hann hefur komist að því, en svo er þetta þannig að ef þú ert búin að vera í pólitíka þá vilt alltaf halda áfram. Það er svona flestir sem hafa verið í pólitík. Það er margir sem hafa kannski hætt og bara snúið sér öðru, en það eru færri en hinir. Já. En hvað, ertu með einhverjar tölur innan úr Framsókn? Nei, ekki aldrei, bara ég ekki hreift við því, það er bara best að vera að gera það. Við þurfum að fá þær til okkar ekki seinna en á 50 dag. Þær tvær? Já, eða frambjóðundu formars, sem það er margir. Eða verða fleiri? Já, svo verður við vantilega varaformaður líka kosin. Já, en þriðji kemur náttúrulega ekki inn nema með næstu eins og samkomlega við þær, sko. Já. Því að þriðji mun ég veit ekki, ég stekki ekki Framsóknarflokkinn. Nei. En svo við erum búin að vera með svona þjóðmálaþátt í dag og það er ekki talað öll þessi prófkjör sem voru. Nei, það eru nei, en kannski bara vegna þess að þetta er eitthvað í Kópavogi og eitthvað í Hafnarfirði og þetta er nú kannski ekki svona þetta er ekki beint hluti af svona einni almennu þjóðmála umræðu, sko. Nei. Og ég held að sé engin svona sérstök átökan, það var reyndar var ekki í Kópavogi hjá Viðreisn, við byggið lögga. Já, hún er hægt að Theodóra Þorsteinsdóttir sem hefur nú komið hingað. En þar var kosning og svona svolítið átök og eru svona yfirlýsingar að fólk ætlaði ekki eða ætlaði að taka sæti á lista eftir að hafa tapað. Arnar Gretarsson fótboltaþjálfari, hann lenti í 3. sæti. Svo er Villi Árna kominn í 8. sæti á Sjálfstæðismönnum í Reykjanesbæ. Já, en menn segja að sé ævintýralega bjartsýnn ef hann haldi þetta sé ávísun á bæjarstjórastólinn. Og er það? Já. En hann ætlar að bíða með að segja af sér þingmennsku þangað til að koma í ljós hvort hann verði bæjarstjóri eða ekki. Já. Þetta er ekki launað starf að vera bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ. Nei. Þú færði ykkur þóknanir fyrir fund og svona. Já. Þetta er ekki eins og í Reykjavík þar sem fólk er í fullri vinnu og meiri segja varamennin eru líka í vinnu.
það var gert vegna þess að þegar voru færri í borgarstjórn, að þá svo margar nefndir, að kannski smærri frambúðin réðu ekki við það og voru að fá fólk utan að bæ og þá var sett upp eitthvað að varamennin fengju laun til þess að geta verið í þessum nefndum og svona. Ég veit ekki. Eitthvað lægri heldur en hinn í kjörnum borgarstjórn var það. Já. En svo það í Reykjavík, þegar Einar Þorsteinsson eins og allir vissur undan, munu leiða Framsókn og Björn Ingi Hrafnsson mun afhjúpa í vikunni hver verður leiðtogi eða oddviti Miðflokksins í Reykjavík. Það komst kvittur að það væri Frosti Logason, ég veit ekki hvað það komið, það skildi frétt. Nei, ég held að hann sé búin að taka fyrir. Hann sagði að það væri tómsþvæla. Já. En svo það voru til vinstri, það VG hluti þar á eftir. Ég held að séu 3 vikur í því að þau ákveði þetta prófkjör þeirra fari fram. Já. Þannig að ég held að það sé ekki einu sinni. Jú, það búið að loka frambóðum. Voru 8, Björn Þorláks hitti 4 þeirra í vikunni. En ég held að sé allavega 2 vikur í það sé ákveð. En ég ætla að fá Sönnu á morgun og með Petri Martinsinni. Ég er svona draumum að taka svona 2 oddvita í einu, svona einhverju svona í vikunni eða í næstu viku. Og væri gaman að fá til dæmis Björg úr Viðreisn og Einar Þorsteins. Af því að það er svona, þá er þetta yst til vinstri eru þá líklega Samfylkingin og voru til vinstri. Voru til vinstri, já. Miðjan er þá Viðreisn og Framsókn, ekki? Og hægrið er þá Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur. Það verið gaman að ná þessum áttutum. En svo að því að Björg var aðstofakona Einars, sko. Svo er það Reykjavík þvert á flokka. Já, ég hitti þá á 5. daginn, held ég. Já, eiga þeir engan samnefnara? Þeir hafa trú að því að þeir séu að tala fyrir hönd stórs meirihluta þjóðarinnar. Já, stundu tala þeir þannig. En stundu segja þeir að þetta er bara hlaðborð og þá er að telja þeir að það sé bara nógu stór hópur úti sem er sammála þeim andúðs þeirra gagnvart hælisleitendum. Til þess að þeir fá einn mann, ég veit það ekki. Það voru svona framboð síðast, þjóðfylkingin. Ég veit ekki hvort það séu sömu menn, en svona, það var svona sama. Það var líka, þetta eru miklu kallar, sko. Ég spurði að þeir eru 3 efstir og þeir sem bara verið þarna því að konunnar vildu þeir verið þarna. En það var líka síðast var kallalistin eða var það þar síðast. Það var eitt, já ég held að verið þar síðast sem er þá 2018, þá voru 16 listar í boði Reykjavík. Og þá var bæði þjóðfylkingin sem er svona þjóðinnisinnar, kallalistin sem eru andfeministar. Alþýðufylkingin? Alþýðufylkingin var, já, held ég þá, 2018. Sem er sósíalistaflokkurinn í dag? Ég veit ekki, en síðan voru alls konar framboð. Það voru framboð sem spruttu út af einhverju óánægi með skipulagsmál einhvers staðar nálægt Fossvoginum. Það var svona, kvennahreyfingin var uppið þessi fram, svona kvennalistin. Þannig að ég held að sé ekki sama stemmingin í dag, eins og var þá. Og svona það voru einhverjar kosningar til þings eftir búsáttarbyltinguna á þann tíma. Það var rosalegt margir listar. Ég held að það sé ekki vona á að verði miklu fleiri heldur en bara það er búið að koma fram núna. En hvernig finnst þér þessi hugmynd að í þingkosningum að byrja talningu daginn eftir? Ég skil ekki okkur. Sko, vandamálið er það að það er bannað að byrja að telja fyrir en að loka kjörstum. Þetta var sett inn í lög einhvern tímann fyrir svona 20 árum og ég fylgist mikið með kosningum og víða heim að þá eru bara úrslitin meira og minna bara liggja fyrir kannski 1,5, 2 tímum eftir að kjörstum lokar. Og það skal enginn segja mér að þetta fólk telji svona rosalega hratt, sko. Að þau bara byrja að telja fyrir eða eitthvað. Eins og það eru öll, þau eru mjög langa tíma að kjósa utan kjörfunda, telja utan kjörfundar eitthvað. En það er aldrei gert fyrir síðast. Þannig að ég segi bara byrja sko daginn áður
mín vegna að telja þau. Það hlýtur að hafa eitthvað svona reglu það umgengnina. Þú hefur séð myndir frá Bandaríkjunum og þeir eru að vera að telja. Þar eru svona glerveggir og það er verið að telja hinum í veggin og ég held að bara megi hver sem koma og horfa. Þannig að ég næði þessu ekki sko. Það megi ekki byrja að telja bara fyrir eftir klukkan 10 og þar að leiðandi þá sé allir svo sifnir að við sem bara að byrja að telja daginn eftir. Hvar er þetta gert svona? Nei, bara það er að byrja að telja bara klukkan 3 og þau sé fara það inn. Eða bara utankjöfundaatkvæðin bara daginn áður þessuna. Já, en að byrja að telja bara þannig að þeir sem fari inn að sko það sé þannig að þau geti verið þar fram yfir að kjörstofur lokað. Þannig að þau geti ekki tvær útminn eina vitnesku. Nei, ekki verið enn klukkan 10. Já. Og það er ekkert vandamál. Já, þetta er bara, við skulum taka þetta á. Og þá getur bara næsti hópu komið sem er bara ferskur og fínn. Líklega þarf að vera sama svona yfirmenninir yfir þessu. Ég næ ekki þessari, og ég þekki þetta hvergi, það er reyndarið þegar ég er að segja þetta, ég ætla að reyna að rifja upp, sko. Það er einhver stað þar sem að, sko, talningin er mjög sein. En hollenskar kosningar voru í haust. Það bara lágu úrsliti fyrir bara meira og minna, bara leið og kjörstöðum var lokað. Það var reyndar byggt fyrst á svona útgöngusmá. En það bara raskaðist ekki. Það er reyndar einfalt hjá þeim, að því að landi er eitt kjördæmi. Alveg sama. Þá ekki að færa þetta talninguna til næsta dags og bara byrja að telja löngu áður en kjörstöðum voru lokað. Svo bara að setja, það var eitthvað að tala um að þurfti að flytja sko frá Höfn í Hornafirði ekki til Akureyrar. Nei, það fer til Keflavíkur. Ok, þá Selfoss. Djúpivogur þá fer til Akureyrar og það segjum bara Egilsstaðir, þú ert að fara yfir Norðurlandshálendið. Og það er einhvern tímann, það við erum eiginlega oftar að kjósa á haustin, við kursum nú bara næstu inn í desember síðast. Þannig að það getur alltaf að vera von. Þá finnst mér alltaf að setja bara reglur um að séu 2-3 talningastöðar. Sjálfsögðu. Það er ekkert, ég trú ekki að það raski ykkur. Og menn verða bara að halda á trúnað ef að það er sko. Þeir sem stjórnum talningunum og þegar þeir sko tala sín á milli í tölvu bara hvernig staðan er. En ég alveg samanlegaður að það þurfa að bíða í allskis veðrum til að geta flogið frá Egilsstöðum til Akureyrar. Já, mesta vesinni er hvort sem er þessi flutningur og kössum og svona sem er þetta frægt. Var ekki gerð bíómyndum eða eitthvað svona sjónvarpsleikrit. Það sem að sýslumaðurinn á Patreksfirði var að tína kössum á leiðinni. Ég held að í bíómyndin hann látið hrynja niður hlíð eitthvað staðar fyrir vestan. En það eru dæmi úr kosningasögunni þar sem að og svo náttúrulega í Borgarnesi þar sem að voru opnir kassar og óvarðir. Það eru alls konar svona klúður. En það er ekki fyrir nokkru áður þá lokaðist óvart kjörkassinn í fangaklefa lögreglustöðinni í Borgarnesi. Alls ekki svona sögu. Þetta er ekki út af því hvenær var að byrja að telja sko. Nei. Það var þetta með sýslumanninn á Patreksfirði, hann fór bara út með kjörkassa og kjörsela og hitti bara ég fór nú að bryggju það fór á elliheimilið ekki. Já, ég held að hann líka farið til einhverja sjómanna sem voru að fara á sjóu. Svo reyfalegur kjörkassi. Það fóru heimsótti alla sjálfstæðismenn sem að þekkti og leta á kjósa. Utan kjörfundaratkvæði. Herðu, þetta var gott hjá okkur í dag. Þetta var merkilegur þáttur margt áhugaverð umræða. Ekki að setja okkur bara gott. Jú. Þakka Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út. Þakka fyrir okkur báða. Ykkur þakka ég mest sem hafi verið að horfa og breytt þessu samtal okkar í fjölmunum. Minni á eins og ég gerir stundum að allt sem ég sjáið hér og heyrið á samstöðin er í boði áskrifenda. Samstöðin eiginlega fær aflið sitt frá þeim hluta áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur og við höfum getað vaxið vegna þess að áskrifendum hefur fjölgað. Þannig ef að þú vilt telur að samstöðin skiptir máli í íslensku samfélagi þá hvet ég til þess að gerast áskrifandi. Þú ferð þá inn á samstöðin.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2.750 krónur. Það mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, þannig það er með Alþýðufélagið sem áhor ykkur samstöðina.
Við ætlum að vera hérna annað kvöld klukkan 8, þá verður rauðaborðið, en njóti bara þess sem eftir af helginni. Takk fyrir okkur í bili.